Já, verði hjartanlega velkomin hér í vormót ljósleðarans. Við erum komin í undan úrslit og í kvöld ætlum við að fylgjast með liðum Vega og Ármanns mætast upp á hver kemst í úrslitin. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég, verð með ykkur í kvöld en ég ekki einn með frábæran gest mér við hlið. Jói Shine, velkomin. Takk kærlega, alltaf gaman að koma hingað. Já, og alltaf gaman að fá það sem að ég hef upplifað samkvæmt svona The Myths sem einn fremsta sérfræðingum íslenskan CS á landinu og ekki bara íslenskan CS, heldur bara CS. Já, mikið bara CS-nörd, að geta alveg tekið undir það sko. Hvað, svona áður en við köfum ofan í leikinn og það, hvað ertu búin að vera lengi svona viðlóðin CS, hvenær kviknaði þessi nördaskapur og hversu djúpt hefur hann í raun farið? 2004 fermist ég. Já. Og það bara startpunktur set ég. Þá fóði tölvur sem 100 FPS. Já. Og bara síðan þá. Og það sem ég áður yfir flesta sérst að margir sem hættu sko, svona, gera eitthvað annað, það rosalega lítið hjá mér. Já. Ég hef alltaf verið einhvern veginn með þetta til hliðar og gert alls konar sko, veist. Fluttið til Bandaríkjanna, það var fyrsta sem ég gerði, ég var í nám þar, það var fyrsta sem ég gerði var að finna með Counter-Strike sko. Já, okay. Til að spila með sko. Þannig að það þannig, ég hef bara verið involverið það alltaf mjög lengi og svo bara þessi hlið, ég veit ekki, ég er bara svona aldrei nógu kannski góður í öðru. Þannig að þá þurfti ég að kannski pick up þessa hluti, læra þessa hluti og svo þetta, mér finnst þetta skemmtileg hlið að geta, þú veist, unnið leikinn á því að án þess endilega að þú veist, taka primary dóti sem að skjóta. Já. Það heyrist ekki mér held ég sko. Já. Þannig að ég heyri ekki mér. Heyrið þú í mér? Nei, ég heyri ekki þér. Nei. Þannig að það heyrist ekki mér. Heyrið þú í mér? Þannig að það heyrist út í mér, þannig að ég get bara ramblað. Já. En þú, við erum svona bara að tala hvernig ég byrja kannski, það ekkert nógu spennandi sko, þannig að já, ég er búin að vera síðan 2004, það 2025, þetta 21 ár, þannig að fólk getur klippað þetta og átt þetta til, 21 ár. 21 ár. Já. Já. Núna allavega heyri ég ekki í mér í heyrnartólunum, þannig að ég veit ekki hvort að ég sé að koma í gegn. Þarna, núna erum við komin aftur, we're back baby. Bara að biðjast afsökunar á þessu. Smá tæknileg vandræði. Já, en það þýðir sem sagt að sko Counter-Strike áhugamálið þitt má drekka í Bandaríkjunum. Já, það má fara að vera að gera alls konar hluti og ég á, þú veist, ég spila með strákum sem eru yngri, ég hef spilað með strákum sem eru yngri en 21 árs. Það pottið tannig. Já, það allavega nóga þekkingu í þessum tanki. Nóga tímum allavega. Já. En við ætlum að snúa okkur að leik kvöldsins, það leikur Vega og Ármanns og komandinn í þennan leik, þá Vega bara búin að standa sig frábærlega hérna, búin að 2-0 alla sínar seríur, eins og Jói var að minnast á áðan. Ármann hins vegar alltaf tapað einhverju mappi og ekki búin að 2-0 neina seríu. Þannig að kannski búin að vera svona aðeins tæpari, enda kemur Ármann inn í þennan bracket sem lægra sít, Vega sem hærra sít. En það margt áhugavert held ég við þessa seríu í kvöld og við skulum bara byrja að fá line-upið hjá Vega upp á skjáinn og kynnast leikmönnunum í liðinu sem hefur átt hvað besta gengi að fagna hér á þessu móti. Þeir eru búin að vera mjög góðir, svo sagði, ekki búin að tapa mappi, 2-0 sig í gegnum allt, bara geggjað sko, þannig að þeir eru búin að vera mjög góðir, menn Ármann er búin að ströggla, þú veist, bara aldrei búin að 2-0, þeir eru búin að 2-0 einu svona Þór, þannig að þetta mjög svona, en samt sem áður, ef við værum í söguna þarna, þá múti ég segja Ármann, ofvirkur og hundi, á móti vírus og Vega-gæðunum. Þetta var skjúað í þá átt. Þeir unnuðu á alltaf. Já. Þannig að þeir hafa það líka og þessi leikur í dag alveg þannig. Sko. Þetta byggja mjög auðvelt narratífa. Hérna erum við að fara í allt öðruvísi leik heldur en kannski tölunir að segja okkur fyrirfram með einhver tölfræði eitthvað. Hérna eiginlega bara 10 vinir þannig sé að fara inn á serverinn og þeir vilja ekki tapa bara því að þeir þola ekki að tapa fyrir hinum gæjan. Já, og þú veist, og maður fær það smá tilfinninguna líka og svona bara sem ég, sem áhorfandi á þessari senu, ég mitt sko, þegar ég sé line-upið sko Vega megin sem við fáum upp á skjáinn eftir smá stund, sem að við erum með sko Vírus, Vanger, Zerk, Rex, Deathkick, þetta allt svona gæjar sem að voru sko nálægt í að vera bestir en voru ekki bestir þegar senan var að byrja og svona, en núna
þá svolítið svona eins og þeirra tími sé komin og það kannski svolítið þannig mentality sem þeir koma með inn í þennan leik, þú veist, að því að núna eru þeir að fá tækifæri í undanúrslitum til að mæta svona sínum gömlu vinum, spilafélögum, jafnvel hægt að tala erkifjendur sko í mótum 100%. Og þetta svona þeirra tækifæri til þess að svona changing of the guards moment sko. Þetta náttúrulega bara þessi, þetta kjarnanir úr þessu liðum, þá þetta liði alltaf verið sem við lotið í lægra haldi, en það alveg rétt hjá þeirra, inn í þennan leik ættu þeir að koma með meira confident, það hefur verið meira smúð, þeir eru búin að vera bara frábærar og ekki bara í þessu móti heldur líka fyrir þetta. Síðast liðið árið og hefur þetta lið Veka, síðan þeir breyttu bara aftur yfir þetta Veka, þetta gamla nafn, þá hafa þeir bara verið að stíga upp og bara verða betri og betri einhvern veginn. Bara ógeðslega gaman að sjá hvernig þeir gera það sko. Og af þessum leikmönnum Veka, Virus, Sörk, Rex, Vanger, Deathcake, hvað ertu svona að horfa á? Hver er að ygla? Hver er að fara að vera playmakerinn? Af hverjum hefur áhyggjur hann inni? Svona, hvernig metur þið liðið? Sko, Virus vantilega in-game lítir þeirra og main weapon. Vanger entry, svona loose cannon, sendur í mission með tekkuna, AK-in, bara svona algjör byssa. Sörk var allavega svona lörkari, heldur map control, svona þolinmóður, góður í klötsinu, mjög rólegur yfirleitt. Rex, bara þekki hann mjög lítið þannig sem ég veit að hann var með ungu strákurum í Kano mikið, pressa á þeim. Svona, hann mjög hátt ílóður allavega svoleiðis. Og svo Deathcake sem hann bara Valorant spilari, sem má ekki gleyma sko. En Deathcake hefur spilað Counter-Strike en Valorant, nýlega mjög mikið í Valorant og og það fróðlegt að sjá, ég hef ekki mikið hort á leikjum með Makrot sko, en hvernig hún hefur gengið og hvernig hann líka að spila leikinn sko, en hann var samt alltaf, hann hefur alltaf spilað leikina bara, þú veist, sem svona flæðandi myndi ég segja, hann ekki alltaf verið ykkur master í einu en svona bara kann alls konar, kann 5v5 taktikal leiki. Það svona eitthvað sem erfitt að búa til öðruvísi heldur en að spila bara ógeðslega mikið að þeim. Já, og ég meina, þó hann sé í Valorant þá það allavega í grunninn taktikal bara háu level í Valorant líka sko. Það eitt sem skiptir máli upp á það, þá kemur það inn að þá þarftu að geta sýnt fram á þú veist, eljuna að grænda og þetta þannig að þá hefur það inn í þér og þá kanntu líka fara inn í svona leiki og veist að þetta eru 3 möp, þetta tekur tíma, þetta verður stressandi, þetta verður erfitt en þú kannt að díla við tilfinningarnar og takast á við þetta. Þannig að hann alls engin veikipunktur þar sko. Þeir eru þarna hóknir reynslu og kunna fara inn í svona leiki sko. Það er nefnilega svolítið þannig og núna er ég búin að sjá eina seríu eða lýsa einni seríu og hann var bara flottur þar, þú veist, kannski skaraði ekkert fram úr en skilaði sínu og það er kannski líka bara það sem hann þarf að gera í þessu line-upi umkringdur þeim mönnum sem hann er umkringdur, þannig að og maður má ofta ekki kannski, hvað getur sagt, gera of lítið úr því að gera lítið úr því að vera með einhvern bara svona stöðugan, reyndan aðila í line-upinu sem þú getur bara svona svolítið skilið eftir. Alls ekki, og ekki svona undanúrslit leik, þetta er leikindi sem að kannski Rex fer inn í, þú veist, sem hann hefur aldrei unnið undanúrslit leik. Þú veist, og það er ekkert eitthvað sem að, það er bara ekkert eitthvað sem segir, að þú segir, það veist að það hefur áhrif, en kannski bara er það eitthvað sem dettur inn í þegar þetta verður öðruvísi, og kannski gera eitthvað öðruvísi, en Deathcake hefur gert þetta, prófað þetta mikið, þá færði það ekki í andlitið, hann verður, þú veist, að það verður stórt einhvern veginn fyrir hann. Nákvæmlega. En færum þá athygli okkar yfir til Ármanns og kíkjum á hvaða leikmenn skipa liðið þar. Þetta eru nöfn sem að held ég flestir CS aðdáendur landsins eru orðnir kunnir, Hyperactive, Ofvirkur, Hundsi, Skún og VJ og ég verð að segja sko, þessi Ofvirkur Hundsi náttúrulega bara búin að vera kjarninn að það mjög lengi. Hyperactive kemur inn svona stuttu eftir að koma fyrstu breytingarnar í liðinu, þannig að hann er búin að vera það mjög lengi. Skún og VJ, nýlega viðbætur og þá sérstaklega VJ og mikið rosalega er VJ búin að stíga upp og standa sig vel. VJ er ógeðslega góður. VJ er mjög góður og VJ vann alltaf sko í til dæmis bara gamla Veka, Veka í 2016, þeir pick up VJ úr bara sem algjöran pugger, fá hann þar, hann fyrir að LAN með þeim, fyrir í öðru sæti og þaðan fyrir hann bara upp í Malefic og bestu lið landsins og verður valinn í eins og landslið, síðan bara hvarf hann, kom tilbaka en samt ennþá alveg óboðslega góður. Það er mjög skemmtilegt að fylgjast með honum. Algjör aim heit ég svona digla, AK. CS2 hendur hann líka bara vel. Aggressífur rifflari. Algjörlega. Það er bara þannig. Það er alveg hárrétt sko. Og svo svona eins og við vorum að tala kannski svona rétt fyrir útsendinguna, eins og við sáum í síðustu seríun hérna á Ármanni, Ofvirkur lék á alls oddi þar og það er kannski svolítið win condition sem við erum að horfa á. Ofvirkur í stuði, keyrir þetta lið áfram eins og lestastjóri. Ofvirkur í stuði er náttúrulega bara einn besti Counter-Strike spilari sem eigum. Bara þú veist, Ofvirkur í stuði múti setja hérna í úrslitaleik, undanúrslitaleik, múti segja það, þá er það bara geðveikur kostur og einmitt win condition fyrir það. Alltaf segja það að ef Ármann vinna þá væri það líklegast á bakinu á Ofvirk. Það er mjög líklegt, en
síðan bara allt line-upi mjög svona unpredictable og svona tilbúinir að taka alls konar á skari, myndi ég segja, þú veist, tilbúinir í alls konar plays, þannig að þeir eru vildir, 100% á móti vekaleginu sem ég myndi kannski ekki alveg, meira svona struktúr bak við það myndi ég halsa. Skilji. Þannig að mjög gaman að sjá hvernig Vító verður, sjá hvaða mappi fórum að spila, því þau deila mjög mikið mappúli. Það nefnilega akkurat það sem mér langaði að koma inn á og bara svona eitt í lokin ég sérstaklega að horfa á Hyperactive, hann búinn að eiga erfitt uppdráttar síðustu 2 seríur. Ég vil sjá hann mæta í kvöld og hann ætti að fá möppin til þess að gera það, af því að eins og þú talaðir fyrir útsendingu, þetta eru lið sem að deila svolítið mappúli. Þannig að ég veit að við erum tilbúin í Vító, þannig að við skulum bara fá það upp og sjá hvar það lendir og ræða það bara svona þegar það kemur. Ég get bara sagt ykkur það án þess að það var Anubis permaban hjá Veka, þannig að þeir voru alltaf að fara að banna Anubis. Ármann permaban vanlegast Mirage. Þeir hefðu alveg getað flótað því af því að Veka pikkaði ekki. Þeir hefðu getað verið sniðri en þeir bara taka það út. Veka pikkað á Ancient. Ármann pikkað Dust 2 og svo Nuke Decider. Og Dust 2 og Nuke eru alltaf að fara að spiluð. Bæði liðin hafa valið þau í öllum seríun sínum, deila því þannig þar og það var alltaf örugt. Aftur á móti Veka að pikka Ancient, það þannig að Ancient map sem að Ármann kunn alveg, en það hefur verið svona ekki drosalega, þeir hafa alveg verið að banna það nýlega, þannig ég myndi halda að séu bara svona smá fílu við það þannig, það gengur ekki vel hjá þeim, en þeir kunnað alveg, Veka voru specialistar í Ancient. Já, alveg sko, ég held að Ármann, ef ég man rétt, eru búin að först banna Ancient í síðustu 3 seríum. Já, en það hefur að vera á móti sögu, sem að þeir viti, vilja ekki láta pikka það, og veit svo ekki hinlegin, en þannig að þú veist, Hyper og Thor. Ármann voru soldið í því að target banna líka með upp. Á móti Hyper þá först bönnuðu nefnilega Train. Já. Þannig að seinna bannið, Ancient alls ekki mapp í púlunir, það búið að vera second bannið þá alveg mjög mikið, en svona stundum fyrsta. Þannig að þú veist, Ancient pikki frá Veka mjög sterkt hérna, og svo fá Veka líka rauninni, Veka fá líklegast 3 bestu mappi sín, fyrst að þeir eru tilbúinir að pikka Ancient. Að Dust 2 og Nuke eru möppin sem þú getur lesið úr bara datanu, þetta eru möpp sem þeir vilja spila. Þannig að þeir eru líklegast að fara í 3 uppáhaldsmöppi sín. Já, og bara með það í huga, þá getum við sagt að sko Vítóið virðist falla aðeins meira Veka megin og það kemur þá í gegnum bara þetta sterka Ancient pick í byrjun. Náttúrulega þá spurning hvort að sem sagt, Ármann hafi búist við því, þú veist, að þeir voru bara, við getum annarkvort tekið Ancient út og þá gætu þeir pikka Mirage á okkur, en við viljum minna spila Mirage heldur en við viljum spila Ancient. Kannski eru þeir búin að taka östutt session og kynna sér Ancient aftur og bara svona endurnýja kynnin við það mapp. Vonandi gerðu þeir það bara, og settu þetta í þannig að reyna að countera þá, af því að þeir ætti að geta því líka hafa spilað á mót þeim, en þeir vita hvað þeir hafa verið að fara í. Þegar þetta hefur til dæmis best of one, þá líklegt að Ancient hafi verið eitt af möppunum sem hefur verið eftir, af því að þau eru vilt að vítóa hinn möppinu mikið. Þannig að þú veist, það alveg þannig að Ármann hafa gett að vita þetta og þeir hafa alveg í fortíðinni spilað Ancient og það hefur verið eitt af möppunum í púlunu þeirra. Þeir hafa hleypt í gegnum út í stórum liðum í gamla daga, þannig að þeir verða að vera gaman að sjá hvort þeir verða ekki bara búin að drilla eitthvað aðeins og þá erum við pottið að fara að fá líka bara mjög góðan leik þar sko. Já, og líka Ancient finnst mér, þetta svona mapp þar sem að sko mikið af opnunum að gerast snemma í rándinu og ekkert endilega á bakinu af einhverju stöffi, skilur við, þú veist. Og Ármann geta skotið með the best of them sko, þú veist, þannig að ofvirkur að hlaupa út miðjuna með vappan að pikka rauða eða eitthvað, skilur við, þú veist, þeir geta unni ránd á þess að þurfa að hafa eitthvað endilega svakalega mikið fyrir því. Og hérna sjáum við suður-ameríska mappið í allri sinni dýrð, förum hérna á fljúum þetta svona, þú veist, ég veit það ekki. Ég fíla Ancient, mér finnst það skemmtileg viðbót svona við mappúlið. Það sem að ég hef kannski mest gagnrýnt ef við erum búin að horfa á íslensk lið vera að spila að mér finnst að vera svona happa-glappa hversu aktífir einstaklingarnir eru á CT-hliðinni í að ná map-control og skora á snemma. Það sem við ættum að vilja sjá liðin gera og það sem að metað að það að setja sem CT mikla pressu á middið og leinið. Þú getur hent alls konar stöffi mjög auðvitað á spóni, þú getur smóka B-hurðina, þú getur smóka olbúan, innganginn á terrunum. Ellið. Þannig að þú getur smókað mjög auðvitað af og svo líka að henda mjög mikið að dömpa niður mollum og greinum og stoppa þannig og svo náttúrulega mikið metað að hoppa eða bústa upp á leinið. Þannig að við þurfum að sjá hvort að liðin gerir þetta og spili svona, eins og ég sagði áðan, að þetta verður leikur þar sem að
þessi hlutir gætu verið bara out the window, þeir gætu kalla mikið bara place beint á bombsetina, það er mjög auðvelt í Ancient, það er mjög auðvelt að taka Arus, þar sem að menn kunna set, smóka til að lenda mjög snemma og svipa á B-inu, þannig að liðin gæti líka hifjóttaði það, en það verður fróðlegt að sjá hvort þetta ætti að vera mid og lane control og ef þau spila rólega þá þurfum við náttúrulega að contesta það aftur, en ef þau spila hratt þá gæti það verið mikið brawl í þessu, mikið af mollum og grenum. Já, það er nefnilega það sem maður hefur séð oft sko lið ströggla við, kannski að taka á móti bara vel tímasettri árásargirni á miðjunni frá T-hliðinni. Já. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig Vega leysir úr því en fyrir að byrja hérna á CT-hliðinni. Smóka fjarkanum, molla default og það er stakk hjá CT-unum, það eru 3 þarna. Já, það eru 4. 4 í bakliðin, þeir gefa sætinn, ok. Þannig að þetta er allavega áhugavert hérna og sætið fallið, fjarkinn er smókaður og bomban er að fara niður, skún hérna í góðri staðsetningu til þess að taka 5 á 5 retake. Þetta mun gerast hratt núna hérna, þeir pussi bakliðið. Já, VJ, hann er búinn að finna 2 hérna, en Vanger er búinn að svara, skún finnur samt Vanger, þá er það bara Sörk fallinn og allt í einu, þú talaður um að það myndi gerast hratt, það er death kick á móti 3. Það er með kitti og smókin, þannig að ef hann fær skotin, hann fær fyrsta skoti, annars skotin! Og Lár, leikmaðurinn síðasti, það er bara skún og death kick, hann getur stikkað þetta. Skún í miklu vesinni hérna, hann þarf að finna Deathcake, hann er fullt líf og hann næst stikkinu. Deathcake, Valorant-spilarinn, hann kann að nota smóka og Skún, já, hann fær smá snarabætur en rándið var það sem að vara eftir, ekki fellunni á Deathcake. Geggja klöts, kemur þarna seint inn, nær einum í bakið og seinna skotið er frábært og setur Skún í mjög erfiða stöðu, Skún er svo erfiða stöðu af því hann er low, þá getur hann líka tekið fætin eins og hann vill kannski. Og sér að hann byrjaði hann að gera það, en tapar hann svo og svo getur hann ekkert gert nema að fara í smoke-spammið. 1-0 fyrir Vega. Já, og bara líka óheppinn að, þú veist, tengja ekki í gegnum smókið og Deathcake gerir vel. Hann stendur ekki alveg default í definu. Sjáum hérna að Ármann droppa AKM, Hundsi hendi rauðasmók og hendi smókið byrjar ránsins, ég veit ekki hvað lendi allavega, en hann hendi rauðasmóknum. Þeir eru að taka makkotrúðuna, taka keifið, eiga það. Skemmtilegt play hérna frá Ofvirki, hann ætlaði að lurksmóka sjálfan sig en nýtir þessi stað smókin hér frá Vega. Fundin. Sörk drepur hann og hefur pussað VJ á akanum. Og þarna er hann búinn að vera svo sterkur en Deathcake, hann spilar þetta passíft. 2 á ænu, 1 baku donutinn. Hérna er fökilaður fætt. Vel gert hjá Vrex. Flott skot þarna, Deathcake næstum með fætið, hann finnur Skún en VJ svarar. VJ og Hundsi hér á móti 4. Hundsi í beitinu hérna, heyrir í gæjanum hlaupa. Vanger, 3 á 2. VJ er stór hérna, VJ getur verið mjög stór. Aftargæðin er low. Tekur hann. Veit ekki af Sörk. Sörknar er lappið, hann snýr. Hann næði tímasendingu á. Mjög vel gert hjá Sörk, næði tímasendingunni. Hundsi, 1 eftir með bombuna, 100 HP armor. 1 og 2 sít hérna fara saman. Hann er með opinn af bombsettin, hann veit það náttúrulega ekki. Þannig að hann lappar í 8 B-inu og virðist vera að lappa í þá báða þannig að þá er þetta ansi líklegt fyrir Vega allavega. Já, nema þeir kjósi að færa sig set hérna eru að svona gæla við það, allan að fylgjast með hvað er í gangi hér baklane, en núna lappar Hundsi út, Sörk sér hann, þá vita þeir hvar sóknin er að fara að enda og með þessu þá ætti Hundsi líka að vita þessi báðir þarna. Já, Sörk gæti verið ekki svo sem var með Mollan, þannig að vissi ekki endilega báðir, en þeir eru mjög gáðilega að vera tveir saman. Það er svo eitthvað svo mikið líkurinn þeirra til þess að einmitt hann átti samt alls ekki að búast í báðum, en hann getur ekki gert það. Þannig að það er stórt hjá hann að gera þetta svona, vinna rándið og ná að halda AK og Sörknar er ná í kolt, væntanlega í, hann er honum í donut. Já. Þannig að þeir ná koltum, en aftur á móti plöntu Ármann, þannig að þeir eiga 3 til 4K. Þeir gætu keypt, það er fróðlegt að sjá hérna upp á hvernig þeir eru að hugsa, ok, þeir Ofvirku kaupi bara leið, þannig að þá veitum við hvar þeir eru og það er svo sem þetta líklegast þarf að vera gameplani hjá Ármann. Að þeir eru aggressífir og reyna að disrupta leikinn og hérna eru þeir með bara náttúrulega mjög gott kaup í rauninni. Þessi galilin er góður sko. Bara þokkalegt kaup, lítið af stöffi svo sem, en hægt að bætið fyrir það með einhverju hröðu playi. Það var eins og Ofvirkur væri bara að spamma F3 þarna, bara hann ætlaði að kaupa hvað sem það væri. Hann var það fljótur að þessu. Sáum hérna á mínimappinu að Vega mættu 3 mid og hendu molla og 2 grenum, þannig að þeir virkilega stæfela midrössi allavegna sem hluta basicinu. Komnir í leinið. Vanger upp á leinið, já. Þetta er mjög mikið meta-move að fara 3 mid, þá fara alltaf 1 upp á leinið, þá mæta þeir líka leinið með cave, með molla.
en Ármann taka hérna strax bara fjarkasmók og það hérna lurk í A-main á milli tveggja sem að gæti verið tímasetning. Skugginn í A-main er nefnilega rosalegur sem Terri. Þú getur ekki farið átt að inngangnum án þess að gefa upp skuggaðinn. VJ nær í killið í spamminu, geggjað kill, spammar viðinn á leininu. Þá opnar það tækifæri hérna á B, þeir keyra hérna inn með flassinu, Skún finnur fyrsta og sætið bara fallið, það var ekki meiri vörn inn á sætinu, akkurat núna Vanker komið til varnar hér á backline. Það eru 4 leikmenn Ármanns hér, Deathcake, risastór! Deathcake með 2 frábær kill í rítekinu á hérna flass, hvaðan er Vírus að koma backline, þeir eru báðir komnir í raunin á sæt, Hundsi í rampnum. Ofvirkur feila smók. Hundsi deyr, Ofvirkur í cave, hann getur spammaplantið. Kann hann spammið, hann spammar ekki fyrst. Já, Deathcake bara gerir virkilega vel. Deathcake er búinn að vera risastór í retake-unum hérna og Deathcake er A-akkerið líklegast. Hann var hann í donut áðan, hann er A-main, þannig að hann getur þá mikið verið að koma í sig í B-retake af því að B-bombsettin, það gerist yfirleitt svona meira svona á B-bombsetnum að liðin er að postjúra og svo kemur kill og þá er svo gott að pánsa því það er stutt að fara upp rampin eða út með cave control. A-bombsettin aftur á móti A-lobby er svolítið langt, þannig að þú þarft svolítið að fara annarkvort kontakt og beintinn þá eða henda stöffinu yfir sem þeir sjá koma lengri leið. Já. En þetta var mjög típist held í Ármannland sem við sjáum, þeir eru svona vörka defaultin pikka og svo bara upp rampin, kreita og hafa þetta nokkuð einfalt. Já, ekki búið að virka fyrir þá hinga til en líklegt að það falli með þeim á endanum. Vega búin að standa sig vel í vörninni hér og maðurinn sem við köllum Valorant-spilara hér, 7-2 á skorbortinu og búin að klötsa 2 lótur af 3 hér fyrir liðið sitt. Og klötsa 2 stærstu lóturinn eru fyrsta rándi og fyrsta gunnándi. Það er bara þannig, en þá eru þeir út A-main. VJ er búin að finna fyrsta, Deathcake til varnar fyrir aftan default, hann fellur á móti Ofvirk. Og þá allt í einu Ofvirkur líka með Vanker í gegnum smókin á CT. Og þá er það 2 á 4 retake hér frá CT hliðinni. Ættu Vega bara að spara? Já, sko, allavega Ármann eiga ekki að tapa þessu. Það er allavega alveg þannig. Þeir eiga ekki svo mikið stöff, en þeir geta verið 4 og 2. Þeir geta, þú sér að þeir eiga donutinn, þeir eiga með þessu olbán. Jú, þeir vita 100% að þeir eru CT. Þannig að já, og Vega gerir rétt hérna bara að seifa. Hvort þeir fá að seifa og hvort að Ármann ætti að jú, Ármann svo sem þarf ekkert að hönda neitt rosalega mikið. Ármann þarf hérna að byggja banka. Þeir þurfa bara að lifa margir. Allt í læsum fyrir hyperakt, þannig að heyriðum þarna, þú veist, 1 gali, missa 1 kannski, en þeir vilja alveg endilega blokkið þarna. Gott trade hjá hyperaktir, skiptir yfir í AK-inn, en það virkar ekki, Vrex finnur hann. Þeir ætla sko að hlaupa eftir þeim, já. Ó, já. Þeir ná honum nú líklega, nei, hann stoppar, hún getur eiginlega ekki hlaupið, jú. Flottir. Og peningurinn hjá Vega er algjörlega búinn hérna því að þeir eru náttúrulega búin að vinna tight retakes, þú veist, eins og þarna í fyrsta gunnándinu vinna bara 2 á lífi, þannig að þeir eru þannig peninga þeir sitja í force hérna, eða það getur enda verið að Vírus sé bara að forsa, já, að því hann átti kortið 1500, hann er kannski skátt eða eitthvað svoleiðis, en það hinn er nefnilega ekki að kaupa sér neitt allt og djúpt, þannig að þeir eru ekki að forsa hann í 0. Nei. Þannig að þetta ránd er alveg svona, ætti að vera mjög, og hérna þurfa Ármann að vinna þetta ránd, koma sér vel inn í hálfleikinn, byggja pening, lifa margir. Já, spurning hvernig þeir ákveða að tækla þetta, þeir lási þetta náttúrulega vel, þeir fóru í þetta aggressífa hönda því að þeir byggust við því að Vega myndi vera að spara hérna og ætti að fá staðfestingu á því þegar fyrsta degluskotið heyrist þarna, Vírus hann er fallinn og Hundsi er bara komin upp rampinn, frábært, Freyja það og Hundsa finnur 2, finnur 3! Geggjað. Og ég er bara gefins. Þetta er geggjað Hundsa, svona típist Hundsa ránd fyrir rampinn og akka hann að flikka á milli. Sko ég búinn taka til líka Ármann, þeir taka default eða strax þannig að þeir fara B-lane mjög heavy, hún fara 4 þangað og svo er þeir strax að henda fjarkasmók, þannig að þeir eiginlega eins og þeir pánsuðu áðan á killinu, þá er eins og þeir séu alltaf tilbúinir að vilja gera það. Og ég man eftir þegar ég horfði fylgdist aðeins með mér í svona gamla daga, þannig þá þegar einmitt Hundsi var að kalla, þá var þetta mikið player, það fóru mikið bara í 8 B-bombsettum og svona henda endalaust af stöffi þar, þannig að CT hérna eru alltaf hræddir það. Já. Hérna er aftur á móti play sem þeir gerðu líka í rándinu sem þeir unna áðan, þess að ég tek eftir að þeir fara og 2 bara strax krossa hingað. Já, og halda þá fyrir hérna snembúna píkinu sem þeir eru að fara að fá frá Vírus. Nei, hann heyrir í þeim koma og mætir þeim þarna, hann finnur samt ekki neitt. Og þá er það búnir að kondísjona Vega til þess að búast við sér B hérna í nokkur ránd í röð og þá er skipti yfir á A og það skipti bara gengur fullkomlega upp. Það var nákvæmlega sama og þeir rönnur í rándinu sem þeir út með áðan sem styrsta rándinu og þá var sama og þeir líka tekur svona play upp á það að það er svona kynnast tímasýninguna. Þeir hljópa 2 beint yfir í A-main og halda krossina. Já. VJ stóraðna finnur eitt frakki gegnum smoke en Deathcake finnur hann tilbaka.
Erfitt retake hér fyrir Vega samt sem aður. Eitt kit og Smoke of Rex. Líklegast að tjekka hvort þeir ná örnum kill. Ok, þetta alveg lifandi. Þeir ná Smoke niður á bombuna. Rex. Þetta líklegast að stikka fyrr en... Hann að stikka núna. Hann að ná þessu annað rándið sem að Vega vinnur hér í þessum leik við það að stikka bombuna í Smoke og Ármann hlýtur að vera ármenningar hljóta að vera ansi pirraðar á því. Já, þetta pottet pirrandi fyrir það en þeir eru svona með ágætis peningirna og taktikal timeout frá Vega. Þannig að þá er spurning hvort þeir séu þarna reyna að láta þá sitja í því. Gæti samt verið nánast bara líka ágætis tímasting fyrir Ármann að taka pásuna. Að venta og kúla aðeins sko. Svo líka spurning hvort að þetta hafi verið technical og bara þeir hafi kallað tactical af því að Sörk var að fara dett út. Já, gæti verið. Sjáum við vírusinn. Flottasta webcam-angólið. Við erum að propsa það sko. Eins og sé, VJ, við erum að fá Cycle á webcam þegar VJ hann kemur aðeins í mynd. Já, VJ, sko, þú horfir bara á scoreboardið til þess að sjá hvað hann búinn að vera stór hérna í Ármannsliðinu og það hann skari svona fram úr eins og við erum að horfa núna 9-5 eftir 6 lotur. Það bara búið að vera svolítið á pari við hans framistöðu með Ármanni fram að þessu í mótinu. Já, hann náttúrulega algjör í öllu liðin sem hún fara nýmyndi í haldan sem svona á að vera svolítið heavy hitter og sérstaklega ef hann kemur boltanum á stað svolítið snemma. Hann svolítið svona confident player myndi ég segja. Já. Þannig að ef hann kemur boltanum rúllandi, færa AK-sinn, færa að vara fyrstur með smá stöffi þá var hann mjög flottur í það. Já, búinn að vera góður í því hinga til og það sem að hefur kannski verið að virka fyrir Ármann og núna er þetta kannski spurning bara það kannski alveg valid plan hjá Ármanni af því að þeir eru að skipta árásargirninni svolítið á milli sætana. Þeir eru ekki búin að keyra mikið miðjuna og eins og þú talaðir einsett mappa sem létt að fara bara beint á sæt og þeir hafa verið að nýta sér það. Svo er þetta svolítið bara tölfræðileikur. Þú veist, það bara hversu oft ná Vega að halda. Akkurat. Það kannski ekkert á Ármanni að fara að breyta eitthvað til eða eitthvað annað því að þetta bara virkar í 40% eða 35%. Þetta er annar hluti einmitt af rándunum sem þú getur ekkert þannig að þú vilt koma þér í afturplant sem terr þegar þú spilar á afturplantinum miklu meira svona samskiptin og halda þeim góðum. Þannig að þeir koma sér í terri og kemur þér í fullt af afturplantum þá átt að eiga góðan hálfleik. Það er þannig, þú snýrð advantage-inu. Sítjarnir þurfa að koma og sækja þig og þú býr til timerinn fyrir þá. Þannig að það er alveg rétt og líka planta bombunni geða það verkum að þeir geta keypt meira, haldi meiri press á sítjónum, þannig að Ármann alveg rétt. Ármann þurfa vel ekki að breyta neinu, þetta búið að vera ágætisbyrjun á leiknum hjá þeim og Vega svona að halda sér inn í honum, þannig að það eru fróðilegt að segja hvernig restina af hálfleiknum þróast upp á það, þó að staðan sé 4-2 myndi ég segja að Ármann sé búinn að vera alls ekkit síðri aðilinn og svona hvernig eins og þeir taka pirrinni úr rándunum, meðan að Vega kannski búinn að fá klötsin, en þau geta oft verið mjög góð upp á að halda, get the ball rolling sko. Allan daginn og hæglega getum við verið að horfa hérna á 4-2 Ármann í vil ef þessi stykki í Smoke virka ekki fyrir Vega. Þannig að mjótt á mununum hér og virðist vera að við fáum mikið af svona áframhaldandi svipuðum í gangi hér. Það virðist vera að defaulti hjá Ármann sé hérna 4 á lane og svo einn í olbúanum þegar þeir fara í það og svo þegar þeir fara í þetta A-lobby sitt þá þeir með 3 í A-lobbyinu, 1 B-main og 1 í middinu þannig að þeir deilu sér mjög mikið upp og virðast vera sérst tilbúinir eins og segið. Hérna var líklegast hendaðar eftir smástund smókuminn og sætin, jafnvel bara svona pumpa einu sinni. Eitt smók, eitt molly, flash eins og þessi að koma en þeir gera ekki til þess að mappum. Þetta er molly í hommahólnið, þetta er default molly reyndar, lendur á defaultinu. Og ítir hún líka inn í cave-in, þannig að Hyperactive gæti nýtt sér það en CT-in fer hérna upp á í cave-inu, kemur smókinn á hönsa, þetta er fjarkasmókinn og svo mollin default aftur. Þannig hérna mitt, þetta er eiginlega bara double pop, hann tekur einu sinni stöffið, fara hérna seinna og reyna að ná einhvern. Finna allavega 1 trade og svo þeir bara svona hægt og rólega, þetta er svona eins og þeir síðan kirkislanga. Þeir eru bara svona, þeir taka bara 1 skref í einu, hægt og rólega minka sætin fyrir Vega og núna eru þeir komnir í N1 afturplantið. Við höfum séð Vega ná þessu 4 á 2 eða 2 á 4 rítiki áður en ekki í þetta skipti. Skún klárar þessa lotu og með 4 fellur í lotunni algjörlega rist. Frábært ránd til Skún og frábær Motta sjá við hérna í webkaminu, Mottu Mars. Já. Hann stendur undir í, en já, risa ránd og gaman að segja Skún og VJ mitt svona 2 gæðinni sem að hérna svona út úr kjarnanum eru hérna að karja með 10 og 9 kill, 19 af einhverjum 20 eða einhverjum 35 killum sem að Ármann eru með. Vega forsa, sko, hérna geta Ármann bara mjög mikið snúið hálfleiknum í sínar hendur. Þeir eru með mikið af pening hér, Vega er að kaupa á í endrið með Astralis Grenonum.
frábært þarna Death Cake, hann tilbúinn að taka mótið þeim hér í Donut og fær Hyperaktiv fyrstan, finnur hann en getur að fengi meira, nei, Skún treytar þarna, sama tíma Hundsi kominn út að main og þá A-stætið fallið, Zerk leitar að einhverju hér frá CT en finnur það ekki og það 3 á 4 retake. Já, mjög þetta er svona troppa Ármann CS, bara hérna hópur, þegar endurinn kemur þá ekki hræddir við að kalla hraðan og bara íta hraðanum upp eins og segja, svo þeir bara að planta bombunni og eiginlega bara hugsa afturplanti setna mér. Svo bara þurfa að díla við það. Þannig að þeir eru búin að ná mikið af bombsætum hérna, mikið af plöntum og eru líklegast að sýta þessu rándi. Veka reyna, en það verður að teljast ólíklegt upp á þessu. Rex hér 1 á 3, 45 í líf. Hann fellur, Hundsi klárar þessa lotu. 4-4 staðan. Ármann líta ofbóðslega vel út hérna. Í terrinu senda Veka í algjört spar hérna, og hérna geta Ármann bara virkilega tekið hálfleikinn by the scruff of the neck og hérna þeir vinna þetta ránd, uspuspar, þetta á ekki að vera neitt en þetta oft þannig að það hérna geti verið komin smá leysi en þeir fara hratti átt á B-inu, líklegast B rössa bara. Það einhverja diglur þarna en hvort að það sé að fara skila einhverju, það annað, það 2 uspur og það ekkert stöf. Þetta bara B-röss og allir Hundsi hendi stöffundur inn yfir í baklinnu, þeir keyra bara inn í baklinnið. Já. Það bara verið að keyra niður. 4 á 1 á lifi, Death Cake. Bara Hundsi sem á eftir að fá fellu, þannig að hann hlýtur að vera að fara að leita. Nei, það ofvirkur sem tekur þetta, neitar að deila þarna. Og það eitt athugavert hérna sem eftir að benda á til að henda Magavírus út í rútuna að hann með 1-7 en hann hefur aldrei fengið vappan. Út af því að rándin voru svona tætt, þeir áttu aldrei pening og peningurinn búinn að vera bara mjög erfiður fyrir þá þannig að það var aldrei fengið vappan og það náttúrulega mjög erfitt sem vappaspilari að fá ekki sérstaklega í CT-set í Ancient, þetta alveg leikur sem þú vilt fá vappan í. Já og þú veist, ég verði eiginlega að hrósa Ármanni hérna, þessi default sem þeir eru að spila allavega á móti því sem Veka að matreiða upp hérna á móti þeim gefur Veka ekkert rosalega mörg tækifæri til þess að finna einhver early pick. Bérus aftur Bérus, alltaf saman Bérus, þetta rauninni bara 3 upp rampinn, 1 að stöffa þá inn, mjög einfalt. Já, svo bara spurning hvort þú farir inn á fyrsta pumpi, öðru eða 3. En hratt gerist þetta mjög hratt og skratti allir Zerk með risaplay. Já. Svo getur þetta nefnilega gerst líka sko. Ef þú ferð upp og bara, ekki plan þannig sem svo bara þegar ef það spilast ekki alveg rétt úr midrándinu, þá getur þetta verið. Þetta risa fyrir Veka. 4 á lífi, taka 3 AK, já þetta rosalega stórt. Þeir getur droppað vappanum, Rexem er full stöff, þannig að hann getur droppað vappanum. Já, gerða það ekki. En ekkert mál, vappin kona og virk. Já. Þannig að við erum svolítið að sjá hvort hann fer með vappan hérna, þeir eru, og sko, þetta ætti náttúrulega að hægja aðeins á þeim. En síðan spurning hvort Óli fari hérna í rauninni A-lobby playði sem þeir gerðu á með rifli. Það gengur mjög mikið fyrir vappan. Vappi getur bara farið og kliftið með þessa línu út. Hvað spónið hans? Hann spónar meira B-min, þannig að mér sýnist það alltaf að hlaupa þangað með fremsta spónið inn á B. Líklega að fá boostið þá. Það alveg líklegt fyrir hérna overkynning að sjá. Já, beint upp með hann. Kominn hann upp. 2 í olbónum að bústa, þeir ætla núna svona posturum, Óli á að halda B-inu, veiðan sér leikmæli þarna. Flott X-ray nótkun þarna sýnir hversu lítið hann virkilega sér. Það tekur sénsinn, finnur vangur þarna og ofvirkur komin á stóra priggið, búinn að opna hér. Þá það VJ sem að fylgir því eftir og Veka, þeir áttu hratt og gott retake hérna í síðasta rándi en núna eru þeir 2 leikmönnum undir þrátt fyrir það að lítil stjórn hafi náðast á mappinu hér frá Ármanni. Ofvirkur, einfalt kill, 2 einföld kill með vappanum fyrir bráðfjörn. Þetta lítur ofboðslega vel út hjá Ármann. Akkurat það sem þeir þurftu til að snúa þessu við. Veka svo sem með því að lifa 4 áðan setja það þannig að þetta ekki jafn mikil kargi eins og maður segir. Þeir eru og eru ekki það slæman pening þannig sem í lastrándinu sem næst. Þetta er samt áhugavert. Ármann búinn að vera sko mjög aggressífir. Eiginlega öll rándin á undan. Svo bara full hæða þær á þarna. Og það er svona grípur Veka svolítið á óvart. Og þetta samt mjög sko svona þannig séð standard fyrir Ármann af því að Óli ofvirkur alveg tilbúinn og meðan það gengur vel og hann með að það verið að spila hratt að spila bara AK-in. Svo þess að þarna Örkur sem spila mikið hratt, hann deyr á fullt af pening alltaf og ég tek vappan núna og þá mitt grípur hann ofbóðslega frýtt killarna það sem vankir bara svona rótit í bakleinu líklega sem 3. backupið á B. Einfalt kill sem opnar þetta
og þá var svona eins og Veka voru ekki komnir inn einar pássur, kannski orðin svolítið vanir því að vera nójaðir einmitt, að vera alltaf að taka á móti. Já, þú veist, þeir fengu svolítið að fara bara í sínar aftari pássur og taka á móti Ármanni. Þarna neytti Ármann á til þess að fara í fremri stöðuna sínar og þá voru þeir bara vel staðsettir til þess að taka á móti þeim. Það kom Veka á óvart og þetta rand féll Ármanns megin. Sjáum hérna B-megin að Veka smókuðu hurðina og ýttu þeim, Óli fer í gegnum smókin, ok? Það kannski svolítið metnaðfullt en Hyperactive reynir að hlaupa þarna á eftir honum. Já, og allir leikmenn Ármanns eru hér fastir í A-main. Skún finnur einhvern veginn death kick í gegn en það Maggi Vírus, hann ennþá hérna inni og hann kominn á prikið. Ég ætlaði að fara að segja að þetta heill hálfleikur, Jói, þar sem hann fær ekki vappa, hann nær honum hérna af ofvirk. Fær eitt sjens og þeir virðast ætla að koma eða hvað. Sko málið að Veka eins og ég sagði hann. Veka smókuð hurðina, Veka eru búin að halda björlinu eiginlega alltaf náttúrulega. Þess vegna Maggi svona rólur og sér með þess að fjarkinn líka, þeir vita þeir eru ennþá A. Eina sem þeir geta verið búin að gera einmitt að fara það sem að gera í B-hurðina. Það verið fróðlegt að sjá, bomban að labba? Hver með bombuna? Það Skún. Skún 6-an, hún Sýtur A-main. Hann A-main. Ok, þannig að þeir ætla að fóru að feika B-ið, þessi tveir hérna. 35 sekúndur, þeir eiga allir á stöff. Allir hundsi þá, stöffar hann inn á leinið en Vrex í frábæri pósi. Hann reyndar hleypir honum upp ef að... Vrex gerir þetta vel, splittar þeim þarna á vörninni. En þeir drófu feikið! Vá, það seldi svo mikið! Fá frían A-side þarna og það var bara Veka voru aðeins of tilbúinir að kaupa það þeir væri B-þarna og þá það retake hér Vírus fremstur í flokki í sínu liði akkurat núna. Vrex að koma inn í gegnum Donut. En þetta verður erfitt að halda þessu postbandi fyrir Ármanni. Þeir eru í mikilli undirtölu og ef að Veka ætlar að spila þetta svona double píka, Sörk og Vrex þarna slátra VJ og þá það bara Skún einn eftir hérna inn í Donut og hann fallinn 6-6. Alright, cool. Veka fjall full mikið fyrir feikinu hjá mér því að það var að gera á lein sem sá allan tíman bara 2 gæja í runni en alltaf þeir, svo sem þeir lifa allir af þegar þeir fara yfir hinn minn þá þetta 4v2 retake sem þeir eiga alveg geta stilt þannig að gera það, siglaði mjög auðvitað 6-6, bara frábær hálfleikur í runni hjá Ármann og Ármann með svolítið svona, náðu svolítið stjórn á þessum hálfleik með peningnum. Max Rounds 12 ofboðslega mikið, finnst mér hérna möppin ekki að mikið svona sided eftir lið, city sided eða per sided, þau eru economy sided. Þau verða það, eftir hvaða round þú vinnur, hvenær þú vinnur þá og við í íslensku sinni erum mjög mikið að vinna heimskránd sem að ruggla þessu ennþá meira eins og gerðist þarna áðan þegar sem að Veka voru alveg seinasta kaupið sitt en drepa 4 án þess að deyja skilur og ná þannig einhvern veginn það sem Ármann hefði þurft að gera þar var svo mikið að spila afturplantið þannig að þeir myndu allavega að drepa 2-3. Já. Hérna erum við Pistol í seinni hálfleik og Hundsi, hann að leita sér á upplýsingum niður rampin en hann finnur 4 leikmenn Veka og Vírus búin að opna hérna með 2 fellum á Ármann. Vanker, honum til stuðnings, finnur Hyperactive og Vrex finnur VJ og þá það bara ofvirkur og þetta gerðist hratt. Ofvirkur 1-4 hér með dúlurnar í höndunum. Veka biður bara 4 þannig í rampinum. Hvernig lifði það svo lengi? Þetta var ótrúlegt, en já, Veka tóku bara kontakt B, það var eitt sem spottar að sér labba niður, eitt fer í hérna middið og hoppar svo upp á leinið, en þeir bara basically biðu og Maggi Vírus tekur hérna 2 kill og 2-faldar killi sín í 1 rándi sem hann var búinn að taka alla hálfleikinn. 2 risa entry í pistorándi sem opna bombasettin. Veka fara meiri seg í stakkið, það voru 4 sít hér á B-inu en það skipti bara einhver máli þegar þú tekur 2 svona hörðentri. Vanker með rauðaspók en það var einhver búin að hendunum, einhver með spónsmókinn. Þetta eru bestu fröggis og færð í CS sem að þegar þú jafnar skorið þitt í fyrri hálfleik í fyrsta rándin í seinni hálfleik það að stilla þér upp fyrir að koma þér aftur inn í leikinn. Vrex búin að taka 70 damage hérna á leininu við það hlaupingjunum molla og taka neitu damage. Þannig að utility kaupið hjá Ármann allan að þess virði hérna hjá þeim. Þeir forsa hérna Ármann inn í þetta. 5-7, steglur og 1 flass eftir. Mikið af stórum armónum að Óli spansir vappanum. Þeir eru í cave setupi hérna meðan að og Veka eru í rauninni að postjúra í rampnum. Skún vel staðsettur og vel voppbúinn myndi ég segja fyrir þetta push, sérstaklega á móti bláum Rex. Hreyfir sig. Gefur upp postuna. Þetta var frábærlega að beita þarna hjá Vrex, finnur allar upplýsingarnar og exposar þetta double setup þarna í cave.
En þá það Vanger upp rampinn. Það opnar gluggan fyrir Vanger að fara upp rampinn. Hvernig fer þessi trade fight hérna? Hann fróðlegur. Vanger næri entry. Vanger á B-ið, upp rampinn með... Skemmtilegt play þarna. Hver þetta? Það Sörk sem búinn að labba rauða, en hann fellur hérna á móti VJ. En Deathcake gerir vel og Vírusson til varnar taka 2 leikmenn sem kom út úr cave. Þá það bara VJ hér 1-3 í þessu ríteki. Vanger búinn að halda B-bómsendum allt rándið. Við komum í B-plantið. Þetta nokkuð gerinelt. VJ með 21 HP. Veka koma hérna bara beint tilbaka. Þetta var náttúrulega... Liðin eru Víxlu og Höttunni. Ég var akkurat að horfa á þetta líka sko. Býtu, hver vann pistolið? Var það ekki? Já. Ég var að horfa á þetta líka. Já, en allavega... Þú erum að fá svona syngað heilablóð. Veka unnu pistol. Þannig að Veka hérna, ég taka hérna kaupi bara mjög örugt. Ármann forsaði inn í þetta, þannig að þeir eru sparið næsta rándi. Þannig að staðan er vendilega þá 8-6, það var 6-6, 8-6 fyrir Veka. Og við förum inn í einhvers konar sparrand hjá þeim. Það er spurning hvað þeir gera. Vírus með aðra fellu í þessu rándi. Ég er að segja, hann er að enda sko efstur á skórbrotinu hjá liðinu sín sko. Kemur brjálæður hérna í seinni hálfleik. Hann myndi pottet ekki vilja það af því þá eru leikurinn close. Hann vill pottet bara halda þessu svona með eitthvað 10 frögg segjum það og svo kláraði leikin bara 13-6. Hann er alveg in-game líderinn og þá þeir vilja yfirleitt bara vinna leikina. Sjáum hérna, VJ náttúrulega með armor og mökkuna. Droppar deglu. Er þetta ekki bara típist að reyna að fá eitthvað aggressíft frá VJ hérna snemma í rándinu og sjá hvort þið geta snowballa því? Jú, hérna fyrir VJ með mökkuna. Spurning hann mætir hérna cave-in. Mætir hann á fyrsta tempóið, þeir labba bíleinið. Einn er reyndar, sjáum hérna, einn herrin er kominn inn á A-ið. Já, Vrex er inn á A. Og bara að sækja pláss. Já, sækir mikið pláss og mikið info. Veka svo sem það veit þá væntanlega það eru margir þurfa ekkert endilega að bakka. Rétt hjá þeim er að gera það hérna, hann er búinn að klíra alveg veit að þetta spara þannig að þeir fara í bakkið. Það er erfitt í þessu mappi, þetta er svo ofboðslega vegalengd til að bakka. Og sér það, sýt hérna í bakka bara í olbúan þannig að þeir eru strax komnir átt aðeins þannig að þó þeir sé að bakka þá er rotatið alltaf komið. Já og... Þeir eru á leiðinni aftur tilbaka, VJ reynir að fara gegn smókin, hann er tekinn þarna Vírus, hugsar vel þetta og við erum komin að finna Vrex og þá eru þið allt í einu komnir í það að þeir eru að fara á sætið þar sem að eru 3 leikmenn Ármanns. Nákvæmlega. Það rotate tók bara of langan tíma. Þetta er nefnilega þessi, það var eiginlega að fara hrósa þeim fyrir að bíða bara og þeir ættu nánast að bara svona, slöggfesta þarna áfram, reyta það meira niður jafnvel, en þeir eru svo sem að skipla þessi hérna, spar hjá Ármann. Já, þetta hefði verið aðeins erfiðara hefði það verið vopnu á Ármenningum hér en 9-6 virðist að vera staðan hér. En þetta er ástæðan fyrir því að leinið, middið skiptir svo gífurlega miklu máli, það skiptir rotator svo mikið. Ef þeir hefðu vitað að middið og leinið þarna þeir hefðu þorað, það var smók á leininu sem þeir þorði ekki gegnum. Ef þau geta komist þaðan á aðeð, það er miklu styttri leið. Þeir eru fara hinn að leiðina, þeir vita að það mun vera komið rotate, þau þurfa bara að díla við það. 9-6 á vitlausu höddi, Veka eru yfir 9-6 og Vanger er hérna með bara 5 smók frá spóni á B-inu þannig að þeir setja mikla pressa á B-ið hérna. Nei, þetta er donut smók, þetta er A-rush þá, fyrst hann tekur þennan, þetta er donut smók, þeir ætla þá 5-mann að rusha A-ið, það er 5-mann sem er ofvirkur með vappan að taka á móti þessu. Skemmtilegur smók hérna hjá Vanger. Ofvirkur geigar fyrsta skotinu, hann fær annan skemmt, hittir því en er treyta strax, smókarnir eru lendir, fyrir hann í gegn. Með það er að flassa í gegn og fara, nei þeir eru stoppaðir. Ná hins vegar að molla plantið, en plantið er stikkað. 3D donut bak við smókana og terrarnir eiga ágætlega mikið af stöffi. Kemur mörgsmók út frá sítjónum. Sá mollan fara þarna bak við smókin í donut, halda þeim enn aftar. Þeir eru 3 í donut, 1 á CT akkurat núna, þá eru þeir komnir út. Hyperactive með Vrex hér í rítekinu, VJ búinn að finna Vírus. Það er bara Vanger og Sörk hér til að taka mótis við. Vanger er að leita tækifæri til að henda mollanum en ekki búinn að finna það. En Sörk, hvað getur það gert? Það er ekki nóg, tekur Hyperactive lágan, var tæpur á því að fá fraggið þar og hefði þá getað svingað á Hundsa en það er Ármann sem að vinna fyrstu lótuna sína hérna á CT hliðinni. Yes. 9-7 fyrir Veka. Peningurinn, það er ennþá fullt af pening til á Veka. Þetta er bara svona gun vs gun round, þetta er risa stórt round hérna. Það er komið svona til að seint í leikinn.
bæði lið, já þetta risaránd því að bæði lið eiga lítinn penning, bæði lið á til að lágum lúsbónus að því það snemma þannig að þetta stórt ránd, þetta í rauninni ránd sem sendir hitlið í lélegt kaup en hérna mikilvægt annað að lifa margir eða spara einfallega eða rándi lítur þannig út. Sko þetta ránd, bara það sem við erum að sjá núna, þetta mesta sem hefur verið fætað við miðjuna í þessum leik. Ármann bara, þeir skippuðu miðjunni algjörlega, voru alltaf með defaultið sín á annarkot sætið, en Skún hérna, hann vel staðsettur, Vírus fer óvarlega í að kíkja þannig inn í cave og fellur á móti Skún. Skúnar í AK, sniglast í burtu, mjög vel gert hjá Skún, mjög vel gert, eini gæði með MK9-una, tekur killið, pikkar upp AK-en, bakkar. Af því að þeir eru að vera stóri í þessum leik, hann 19-10. Skún búinn að vera frábær, Víti búinn að vera frábær. Svo hérna það eru 3 terrar, það einn terrin sem er út middið, það hann sér að næra smoka dónöttin af sem að klippir ofvirkur eins og næri svo killi, ofvirkur rótetar út af Víti hérna. Hvað að gerast? Hvað varð allt lið veka hérna? Þeir fóru allir í rauninni í einhver svona solo plays, ætla að taka einhver svona snúa þessu entry sem kom sér í vil og töpuðu bara allir fætunum. Setja hérna eftir með 5-2 og mjög boxaðir inn á leininu. Gott kill eins var hérna sem að sítja hérna gefa 2 kill og opna rándið upp á gátt. Deathcake, Hyperactive eins og mættur. Já, býst ekki við Hyperactive. Einn eftir, 2 flush, keirir hrætt á A-ið, þarf eiginlega 1 kill hérna bara strax. Hann er að finna einstaka fæta og gerir það þarna Skún á CT, ekki með línu á Sörk þarna og... Sörk mjög örugur að þessi enginn komin upp CT-ið. Sörk, hann setur þetta í 1-1! 12 í HP, risa. Sörk er frábær eiginlega í þessum stöðum, hann er mjög góður að spila í kringum klötsið, 1-1, Hundsi með kit, hefur tíma. Hann er einn af þessum stöðugu leikmönnum hér í liði veka. Sörk er búinn að klíra deffið, hann náði að lappa hinum megin við. Vílíkt blikk þetta frá Hundsa, Sörk bara bjóst ekki við honum. Sörk þarna HP-ið aðeins óþægilegt af því að hann þarf bara rétt að hitta hann. Vá, þetta var ótrúlega tímasetning. Sörk nær að kíkja þegar hann tapar bombunum, sér að hann er ekki að feika, þannig að hann veit eiginlega að hann er að pússa hann til vinstri. Það munar bara millisekundinu hvenær hann honum brá eiginlega bara þegar hann sá hann. Það var eiginlega bara það. Þetta var svona bara brain processing, sko, það kom bara svona input buffering. Algjörlega, hann munaði bara þessi, ef hann kíkir bara eins og hálfri sekundu fyrir, þá er Alli meira Alli er að klíra kirkjuna. Hann er búinn að því, þannig að hann snýr sér við í flikkinu. Vel gert við Hundsa, við verðum að gefa hann kredd fyrir það líka, hann var jafn hissa eiginlega að sjá Sörkarna og Sörk að sjá hann, bara aðeins fljótari viðbröð tryggir Ármanni þessa lótu. Flott viðbröð, Ármann counter að bérössi hérna mjög harkalega, Skún fær mökku í andlitið. Flaggrena, hann er kominn út, vita þeir það? Já, ok, flott. Leysa Deathcake, Vírus með eina fellu þarna úr rampinum en Ofvirkur búinn að svara því. 4-3, allir leikmenn á kortinu á sama fermetrinu sem hann segir. Þegar þið skoðið minimappið, það er ansi lítið map-kontról í gangi allavega. Þá er rampinum kláran, er bomban uppi eða? Ég held það en Sörk er með bombuna, tekur 2, þetta er 2v2. Hann er risavaxinn að finna á 2 í rampinum, VJ samt finnur Rex og Hyperactive finnur Sörk. En má nú segja að Sörk hafi gert þetta round close í það minnsta. Mjög gott að því að sér þetta peningurinn hjá Ármann er þá mjög, það er 9-9. Með plantinu, Sörk er búinn að taka 2 risa í rauninni round sem að töpuðust bæði en hélt peningnum hjá veka Ármanni mjög lógum, þannig að ef rándið minnst hérna þá er hann mjög mikinn þátt í því hvernig peningurum er að shiftast og það er mjög mikilvægt að benda á svona hluti sem hann tekur í rauninni, þú veist að hann setur svo mikla pressa á það með því að taka þessi kill í lokin á rándinu sem að menn oft svona kannski láta eiga sig eða svona taka með hálfri hendi. Já, við erum mikið búin að vera að tala þetta, þessi efnahagslegi þrýstingur og áhrifin finnast ekki fyrir nokkur rándum seinna en hérna er trade fest út miðjuna og það endar eiginlega bara veka í vil, enda jafnt í liðum hér og við vitum að það er betra fyrir T-hliðin að vera jafnir í liðum en það er Sörk hérna sem er tilbúinn þegar reykurinn fer til að taka niður Skún. Þá er komið manni yfir hér vekamenn. Tímasetningin! Sá hann? Nei, ég held ekki. Spurningin er, ef hann sá hann þá getur hann labbað mjög en er gæinn í olbúa að horfa nei? Nær honum! Nær honum með, ekki nóskopinu. Quick scope. Já, skópið, skópið sem var uppi kom upp á eins og við sáum það var það fljótur. Það var eitthvað Call of Duty moment sko. Hundsi sér þá
veit að þeir fóru út mitt, þeir labba beint, af hverju gefur hann, tímasendingin hjá Terranum Veka hérna mjög góð, þeir fá í rauninni frían bómsi, þeir get ekki búist við því, þeir þurfa að klíra mikið, þeir þurfa að halda A-main þeir planta því þeir vita ekki A-main sé klír. Þeir fá hins vegar afbóðslega frítt plant hérna, setja upp 2v2 þar sem að þeir geta komið sér fyrir, þeir vita líka hvað klír, þeir vita að Donutinn kannski fyrst núna að vera issue, þeir eru hrættir A-main, 2v2, það Deathkick sem ætti að fá fyrsta kontakt. Deathkick horfir hérna á Donut, hann fellur og þá það Sörk í 1 á móti 2, Sörk búinn að vera í ansi mörgum clutch aðstæðum hér og finnur það ekki í þetta skipti en hann heldur áfram að vinna vinnuna sinna, hann heldur áfram að gera þetta dýrt fyrir Ármann. Gera skaða, að valda usla og vera erfiður þannig að peningurinn hérna í rauninni nánast bara jafn á liðunum. Og Veka kaupa alltaf, þeir vita pressunum sem þeir eru með á Ármann hérna peningalega séð, taka hérna mökku, það spurning hvort við fáum hratt ránd hérna og hvert það myndi þá koma. 2 mökkur, 3 mökkur, þetta mun vera hratt ránd, ég get alveg lofa þér því. Spurningin bara hvert það hvert þeir að fara, þeir taka rauðasmók, það líka verið að taka leinmolla. 2 B-main, 2 í olboga. Þeir fá flushin út middið frá leininu væntanlega. 1 mætir cave, nær honum. Nær hann byssunni, nær caveunum. Hún treyta, flott treyt til að byrja þetta. 4v5. 4v5 og ekki einasta, ég las vitlaust með, það eru nokkra neitur á CT-unum, en það ekki mikið. Ég las vinstra með þetta. Það eiga allavega 1 smók, eða 2 smóka. Einhver flush og einu grenu, en það 1.15 eftir að ránda og það fullt af stöffi. Flott treyt hérna, 4v3. Flott treyt, og upp úr þessu að þá ættu Ármann að búast við B-hitinu og það nákvæmlega það sem ég gera. Við sjáum það að þeir eru byrjar að róta meira í áttina B-hliðinni en Vakker finnur ofvirk í hellinum, Sörk finnur VJ og þá það bara hyperaktiv hérna að koma seint í rótitið og út af þessu þessum efnaðslega þrýsting sem við erum búin að vera að tala um að þá sér hyperaktiv bara, heyrðu, við erum að fara að lenda í vesinni út leikinn, horfðu á peningin. Það engin banki eftir hjá þeim. Engin banki, 10-10 og hérna Veka með ansi eins og þú segir, þeir eru 10-10 setja þá í, ég veit ekki hvað þeir tapa, þeir verða náttúrulega bara að spara hérna. Þeir verða bara fullspara. Sjáum við lúsbónusinni það ekki á höttinu hérna, lúsbónusinni 1900, þannig að fullspar gefur þeim samt svo ógeðslega leiðilegt kaup en þeir verða náttúrulega taka hérna þetta eitt, hérna peppa ég mikið eitt hérna myndi ég nánast bara að taka 2 spör, hleypa þeim í 12-una og það bara að vinna 2 ránd. Það ekkert eitthvað, þú veist, það er ekki óyfirstígandi. Nei, þetta svona eitthvað sem þú getur alveg gert að því að þú veist, það að íta leiknum bara í overtime eftir bara breyta honum í maximum 15 leik, þannig að þú veist, það alveg valjú stundum í því taka bara uppspurnar hérna og það væri fróðlegt að sjá hvað gera í næsta rándi, hvort þeir taki full kaup, þeir ná hérna, það líka skiptir máli hvort þeir ná að halda byssum og hvort þeir gera mikinn skaða, 4 á lífi hjá Terranum, bomban fer inn á frítt af bombsætið, Skúnar killi, þetta eins og þetta allt stórt, killinn, það minkar peningin hjá Terranum. Hann vill fá eina fellu í viðbót hérna, byssan, í það minnsta. Þeir ættu að geta fundið það ekki eina byssu enn, og haldi, þeir eru konum með byssuna, einmitt, hérna risaðir einmitt halda. Þá kaupa þeir pottið, það fer ekki og það líklegast bara rétta kallið af því að peningurinn hjá Veka ekki það frábær en ef þeir hefðu tapað þessu rándi bara alveg clean 4 eða 5 á lífi á Terranum það hefði ekkert verið eitthvað galið að kalla eitthvað svona semikaup taka svo bara full kaup þegar hinn á 12-unni að því að það vinna 2 ránd það ekkert ógerlegt í sít þetta tiltölulega þetta reyndar alveg mjög jafnt mapp og það fór fyrir 6-6 og mjög jafnt hérna. Ég verða að vera sammála þér og ég hafði ekki hugsað þetta svona áður en það meikar alveg sens að hugsa þetta svona ef þú værir í þessari stöðu í MR15 horfandi á þetta þá myndir þú spara 2 ránd ef þú væri Ármann. Það er bara til að fá hérna en þeir eru hérna með bara þó nokkuð gott kaup ná að halda byssum, ná að drepa fullt af byssum þannig að í rauninni setja Veka hérna í svona allavega erfiðara kaup sérstaklega er vinna hérna rándið staðan 11-10 erum við konum með rétt? Já, við erum konum með rétt hún 11-10 fyrir Veka, geggjað. Ef að Veka tapar hérna bara stórfenglega þá eru þeir alveg í smá bastli að kaupa í næstu lótu. Þá Deathkick með einhvers konar drop samt þeir eru að hoppa upp á leini hérna Veka að labba beint í átt á aðinu í
engan, en VJ sér engan á leininu hins vegar. Mikið upplýsingum. Þá við. Hann borgaði samt mikið fyrir þessar upplýsingar. Hann tók 72 í skaða þarna úr mollanum við að koma sér upp á leinið og það mun mæða á ofvirk hér. Einn til staðar á A-sætinu, akkurat núna 4 leikmenn Vega að stilla upp á sama tíma og Sörk að draga athygli hér á B-inu. Ótrúlega skrítið map-kontról hérna þar sem að CT-arnir eiga middið, leinið og keifin, að terrarnir eiga bara A-lobby og B-bombsætin. En þetta sama og það einn gaur. Ofvirkur róti það í burtu af A-inu, hann gefur upp postuna sína. Hyperactive er ofbóðslega hröðu flanki. Þeir eiginlega vitið þetta A, ofvirkur Lindvi náði killi. Og Hyperactive, hann með frábæra tímasetningu. Þeir eru 2 á 2, bomban ekki komin niður. Vírus geigar á skotin og Hyperactive líka. Hann smókaður út núna en Hyperactive að reyna allt sem hann getur. En Vírus klikkar ekki á 2 í röð. 12-10 og peningurinn hjá Ármanni þungur. En það hins vegar peningur fyrir að vappa. Já. Óli Ofvirkur ætti hérna að taka bara vappan og vera stór. Fara í einhvers konar opnun. Það fróðlegt að sjá hvað hann gerir. Hann búinn að vera akkið eða það. Ég myndi líklegast... Hann þarf að vera glass cannon samt ekki? Jú, hann bara í rauninni og það svo sem... Það bara eins og það þarf að vera. Þetta mjög skrapp í kaupin. 2 famasar, 1 degla, 1 MP9 á móti gjörsamlega full lestuðu Vega-liði. Vega eiga sigla þessu rándi hérna bara í rauninni bara tímanum. Því lengra sem rándi verður, Vírusson í entry. Já, það risastórt að vera manni yfir hérna skúna, reyna að svara. Bomban! Hann fyrir deathkick og bombuna í rampurum, Hyperactive með Vanker. Og Ármann, þeir eru búin að snúa þessu rándi algjörlega á hvolf, eru komnir í yfirmanna tölu hérna 4 á móti 3. En Sörk hann jafnar í leikjum hér, finnur skún, Ofvirkur að lappa niður rampur, hann ekki með neitt armor. Af hverju Óli að pússa með vappanum? Það góð spurning, núna eru Vega komnir inn á B, VJ búinn að finna 1, búinn að finna 2, hann risastór þarna. Hyperactive að lappa í bakið Vírus, hann að reyna að horfa á línuna, en Hyperactive fær hann að það. Frítt í bakið, býst aldrei við mannunum í cave. Og vappanum. Einst tæft og það má vera. Geta púsla kaup hérna og kaupi á Vega allavega ekki full kaup, það 1 og 2.8, þannig að hann tekur líklegast mökku eins og hann búinn að vera að gera svolítið fyrir X, fer í einhvers konar information, spurning hvert það hann fór hann á A-ið áðan þegar þeir voru að spara, hann fór í cave-in áðan þegar þeir voru móti kaupi meira. 12-11, það bara matchpoint hérna, annarkvort vinna Vega þetta map ekki sitt 13-11 eða við förum í overtime. Deathkick með lélegan molla á kassan, bara til að kalla það út. Hægt að henda mun betri sem erfið að fara upp á leiði. Hann svona sem fullaði hlutverkinu sínu í að það hægja á Hyperactive, en loksins þegar Hyperactive kemst upp og þá finnur hann Vrex þarna og setur Ármann í yfirtölu. Það sem þessi molli gerir ekki, hann fer bara á kassan, þannig að ef þeir myndu bústa upp á leini sem mjög oft gert, þá getur þú kíkt án þess að mollin taki neitt damage. Þannig að það hægt að henda molli sem nær upp á leini og kassan sem betri molli. 5 og 4. Þessi Smokey rauða var heldur ekki góður þarna Vega megin. Hann var aðeins neðarlega í tröppunum. Myndi segja að hann geti verið nýttur bara sem one way ef einhver myndi lappa út sér megin. Þeir eiga algjört mid-controlirna. Eru með... Þú vilt ekkert pússa inn donut þegar þú ert með þennan smók. Þetta er smókur frá Vega, sko. Þeir nota smókin sinn, eina smókin sinn í rauða rísmók. Þetta hárrétt, þannig eru þeir gjörsamlega búin að sóa smóknum kannski. Þeir fara í 8 B-bombsletnum og eiga molla og flush. Hvað eiga CT-arnir? Það eru bara flush, það ekkert stopp-stöff eftir. Það engin mollar, engin smókar, þannig að þetta verða fætar. Einn molli á Vírus reyndar hérna og hann að fara í 8 rampnum sýnist mér, hendir honum þarna í dónutin. Kemur eitt flass þarna frá Ármanni, en Hundsi næstu í gripin hér úr cave. VJ, hann fallinn, vita núna af manninum í hotninu. Hundsi með flotta fellu þarna úr 5-unni, en hann treytaði tilbaka og sama tíma kemur Deathkick út og finnur leikmanninn og þetta 13-11. Virkilega vel spilað þarna undir lokin hjá Vega. Þetta var erfitt ránd Ármanni í yfirtölu, en þeir ná að, ég myndi segja, knýja fram sigur eiginlega bara með stílnum hjá Ármanni. Þeir svona kirkislönguðust inn á B-ið og kreistu út þetta ránd. Hægt og rólega komaðum hann á B-inu og Sörk fekk loksins rándið sem kláraðist. Kláraði leikinn, tók hann 2 eða 3 kill í lokin. Endar efstur á skorbortinu fyrir Vega og bara flottur leikur á Vega hérna. Siglaði þessu heim en Ármann gáði eins og sannarlega leik.
eins og við vorum svo sem ég sagði fyrir leikina. Það er engin tölfræði sem segir hvernig þetta fer. Þetta verður skrappi og þetta verður svona tætt og þetta var bara frábært fyrsta mapp. Þetta var frábært fyrsta mapp og ég meina við getum ekki verið reiðir út í 13-11 leiki. Það segir okkur bara að það eru góði leikir. Yes. En ég ætla að spyrja þig núna, Jói, hver segir að það sé MVP eftir þennan leik? Þá setjum við á Sörk eins og ég sé. Hann endast eftir á skorborðinu og við töluðum þarna að þrýstingurinn sem hann setur gerir rándinn kannski auðveldari. Þannig þetta er svona makróhluti sem sjást ekki endilega og svo bara var mjög stór. Þannig að við gefum honum þetta alveg með MVP í þessu fyrsta mappi hjá þeim. Siglir seimandi í lokin líka. Þetta var hvað? Þriðja klötsið sem að loksins gekk hjá honum? Já, hann var svo sem ekki einn eftir í seinasta rátinu en hann tekur og siglir rándinn yfir línuna sem hann var ekki búinn að ná að gera. Þannig að bara flottur leikur hjá honum og bara flottur leikur að veka eins og rétt hjá Vírus kemur tilbaka þetta með 13 kill, byrjaði með 2 þannig að hann tekur 11 fyrri og kallar flottan terráleik, þannig að bara mjög góð leikur. Já, við óskum veka til hamingju með sigurinn hér í fyrsta mappi en það er nóg af Counter-Strike eftir og sérstaklega þessi leikur eitthvað merki það sem skal koma. Við förum næst hér í mappikkið hjá Ármanni sem verður Dust 2 en veka eru svo sem engin aukvistar þar þannig að það er ljóst að eftir þetta hlé þá erum við að fá frábæran leik, þannig ekki fara langt. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Red Bull veitir vængi.
Verið hjartanlega velkomin aftur hér í vormót ljósleiðarans. Það eru undanúrslit í gangi og Vega leiðir seríuna sína á móti Ármanni 1-0 eftir æsispennandi leik í einsend. En núna ætlum við að skipta kort og færa okkur yfir í Dust 2 sem er í miklu eftirlæti hjá báðum liðum og er svona eitt af þessum möppum sem eru geta hæglega dottið í svona puggy-stíl og kaos. Og það jafnvel þar sem kannski Ármann þrífst svolítið í því mappi. 100%, en þetta mapp sem bæði lið í gegnum tíðin og allir leikmenn hafa verið mjög hrifnir af, það bara eldgamalt rótgróið mapp. Það kunna allir á það er mjög einfalt í rauninni, það er ekkit mikil dýft hægt að hafa þannig í því nema bara svona á makrolevel einhverju. Já, rétt, það getur verið mjög kaotískt. Sítjarni getur náttúrulega verið ofboðslega aggressífur í svona nýju útgáfu sem að búið að taka spotti í mitt niður, það er búið að bæta við þessu boostin og hoppa bara sjálfur upp á shortið. Sítjisætið er þá mun meira fluid,
Þannig að það bara gaman, mikið af svona long control mikið gert, mikið eftir spónum sérstaklega og í CT þarf það náttúrulega að spila spónstöður ef þú vilt taka á móti long controlinu þannig að það eru fróðaldarsökundi liðin spila þetta hvort þessu með góðan Mitubismuk til dæmis, ég kalla það svolítið út þegar menn að henda Mitubismuk sem lendir ekki upp á kassanum af því að það svo óbúslega öll að sjá yfir hann það er náttúrulega að taka Bjerus í gamla góða, þetta er náttúrulega frægasta Bjerus líklegast, Dust fyrir Bjerus, það er að henda náttúrulega bara smókunum á ferðinni fyrir hurðina og gluggan Þannig að það eru fróðlegt að sjá, Ármann veit ég bara og hafa alltaf bæði liðin með Bjerus bara þau, eins og ég, búin að spila það mikið þau kunna að vera SAB. Þannig að það verður gaman, þannig að þetta verður fróðlegt að sjá hvernig þetta spilast. Það sem ég kannski svolítið að horfa á og svona, þú veist, núna hef ég opinberlega sagt það, ég er ekki mesti Dust 2 fan í competitive, eða við önnur möpp, af því að mér finnst það ekki bjóða upp á sömu svona strategísku dýft og mörg önnur möpp. Mér finnst við ekki vera að sjá lið kannski svona reyna að púla ykkur rotates og eitthvað eins mikið heldur þetta svolítið bara, við tökum þessar stöður leitum að einhvern pikkum og svo pánsum við þegar við fáum tækifæri mér finnst það enda mjög oft hérna á Íslandi í að þetta verður svolítið A-heavy og ef það koma B-play þá það mid to B þannig að við sjáum sjaldan þessi B-rush en það spurning hvað verður upp á boðstólum í dag með 2 þaulreynd Dust-lið hér og það byrjar á long playi frá Ármanni hér í Pistol búin að finna sörk og komnir manni yfir. Long play, allir 5 á longinu með cross-smoke og þeir ætla að shifta yfir með honum. 1 flass á Hunsa, kemur hérna upp og þeir sprengja á flassinu, cool. Sprengja upp á flassinu. Og Vírus með frábæra fellu þarna á skún. Dingaður í fokkabóta móti, þannig að þeir setja hann low. 1 á gúl, nei Gondal segir nær einu. Mikil press á terrunum. Já. Boksaðir inn, það gær að það enda að flanka. Þeir bjúkust ekki við Rex þarna en það hérna ofvirkur að vera stór. Já, risastór. Og Hunsi kemur með skemmtilega línu þarna á shortið, búast ekki við honum, ofvirkur, nær ekki manninu sínum, það er Rex og Deathkick, þeir eiga lítið sem ekkert eftir, en þeir eru búin að finna ofvirk, þá er það Hunsi hér, 1 á móti 3, 2 af þeim eru lágir en Stikki kemur, Vega, þeir elska að stikka á meðan Ármann er ennþá á lífi og eru búin að finna 3. rándið sitt þannig hér í kvöld. Algjörlega. Og annað pistolið. Kit-kaupið er stórt þarna. Kitti hjálpar honum að klára þetta def. Þetta leit alveg út þannig að Ármann höfðu alveg gluggað inn í þetta rándi í þessari 3v10 stöðu þegar Hunsi kemur í flankið. Ef hann nær killinu á gúskaðan þá er Óli í rampnum og getur djúkað á milli þeirra. Þeir eins og að ná ekki drepa hann og þeir svinga í rampinn, drepa Óla og þá skilja þeirra Hunsa eftir í mjög erfiður stöðu. Ármann kaupa hérna AK drop scout á móti 3 koltum, 1 scout. Scoutin er taggaður, Vankir er taggaður í midfightnum á móti Óla. Þeir tóku long control sítjarnir, ég sé það að þeir smóka hurðina. Þeir eru með eitt sem að hendir smóki í long hurðina frá spóni vendarlega, þannig geta þeir tekið longi og klift á long control í sundur með því og flassum. Sjáum hérna, þetta er ekki góðið mitt upp í smókin. Nei, þetta er gamli. Þetta er gamli. Þetta er sem ég kann sko. Já. Og ef þetta er svo sem ég kann, þá er það örugglega ekki góður. Já, fara hérna en hendun svo sem algjöru feiki, bara til að sína smá presence, eru 5 að fara upp shortið og þar eru þeir með smoke, nokkur flöss og molla. Deathkick er hérna aftarlega að taka á móti, er með 5 sína hérna, það er Vírus með MP9 á miðjulonginu. Og sko, Deathkick gerir ágætlega að hann finnur það og tekur það lágt niður en finnur enga fellu. Nei, og Vírus hérna, skrítið að Vírus sé að hann haldir svo mikið bara longinu allt, eða hann er að gera fyrir rest, en að hann endi þarna en allavega Vírus hérna með MP9 djúpt á longinu. Sítjarnir fastir bak við smoke. Þeir og short til að taka á mótið þeim þarna Vírus kannski ekki á fullkomnum stað þarna með MP9 í löngum fight. En shorttekið, það gengur svo sem ekkert frábælega, 2 fyrir 2 í treytinu þarna, Sörk samt búinn að snúa þessu við og þá virkjast Vírus og hann finnur ofvirk fljúandi fyrir ofan sig líka og retake-ið á endanum gengur upp, það tók sinn tíma, þeir voru þolinmæðir en þeir sigla þessu heim hér Vega 2-0. Já, það var svolítið svona ekki afeða á hann á shortinu, Ármann hefði þurft að vera bara allir 3 eða 4 á shortinu til að taka mótu, treyta þessu niður, þeir svona gera þetta með hálfri hendi þannig að Sörk færingunina fikra sig þarna upp, pikkar það bara niður og treytar fyrir og Vírus með hérna þessa MP9 og longinu sem ég talaði þess að mest nær hérna impacti, nær killi í lokin 2 killum í rauninni. Þannig að bara mjög flott retake hjá Vega, Ármann forsa aftur, vita það náttúrulega peningurinn er tætt hjá CT-unum.
Já, búnir að fella fleiri en 3 hér í öll skiptin. Ofvirkur takkar í miðunni, takkar Vanker tilbaka. Þeir eru búin að takka fram og tilbaka, Vírus tekin hann í gegnum Smoke, en Ofvirkur búin að fella Vanker. Og ef við horfum á vopnbúnaðinn þá myndum við kannski ekkert endilega að segja að Ármann sé eitthvað mikið verið stöðu heldur en Veka. Nei, alls ekki. Það svona kostundur persæti eða plantar og svona, þú getur keypt þessa Galila. Sjáum hérna. Það komið svo langt þarna að þetta hopp upp á kassan, það virkar ekki og B-sætin fallinn og þetta sæt, erfiðasta sætið bara í leiknum að ríteka. Mjög erfitt sætt að ríteka, sérstaklega þú tapar þeim mótið mid to B að því þá eins og hérna hund sem er mjög early contact, veit að að spara, þannig að Veka spara hérna, eru með 3 byssur þannig að þeir geta keypt í næsta rándi ef þeir ná að spara þær alveg, tekið eftir það Vrex sem að henda smóknum í hérna hurðin á longlubin, það verið cool að pikka hann upp á spón einhver tíma til að sýna hvernig hann hendi smóknum, hann hendi sem smók frá í rauninni kassanum sem lendir inn í longlubínu þannig að þeir taka longið og flassa hann á því að þá enginn sem getur setið í longlubínu með vappalinn til dæmis á hotnið, terrarnir verða að kommitta út longlubíð til þess að sjá eitthvað, þeir geta ekki verið inn í rauninni hurðagatinu. Já, það er eitthvað sem við búumst við að sé hérna ákveðið svona adjustment til þess að reyna að halda Ofvirk niðri en Ármann hér eru að elta Vírus samt finnur 2 en VJ finnur Vírus á lokum og þeir taka allar byssurnar hrifsaðir af Veka, þeir segja að þið ætlið ekki að koma með kaup inn í næsta ránd. Nei, Veka hérna forsa niður í 0 með ansiláan losbónus, það er spurning Alli er hérna, Sörk er hérna með hann tekur deglu, hann skilur sig eftir með smá og þeir eru svona, já, ok Þetta er strax svolítið skrappi. Mjög skrappi og rauninni býður upp á bara einmitt að Ármann geta mjög auðvitað að koma sér inn í hálfleikina þannig að verðist þeirra Sörk sem hendi, þannig að kunna bara allir hérna smókarina Sörk hendur hann þarna, þannig að þeir virðast allavega að henda þessum smók mjög mikið og þeir reyna að stakka bíl, þeir eru að labba bíl á bíl, Skún Það er bara einum þá eru þeir 3 komnir, þeir finna þarna 2 fyrir 2 sem að verður að telja stansi gott fyrir þessar pistlur eiga enn góðan sér á öðrum stað í mappinu á VJ. Það er VJ og Hundsi hér á móti 2, Vrex og Deathcake, báðir eru lágir en þeir eru aftur allir á sama fermetranum. Deathcake með AK það er einum og þeir eru hann fær frakkið á VJ var sá sem átti lífið, Hundsi á 18 HP. Þeir eru 1 kúla hvor og Deathcake vinnur þetta svona tap-off. Já, þetta var þarna svona bítur Ármann í rassinni mitt að vera á móti svona lélögu kaupi, einhvern veginn hvernig, neða, þetta bara poppa, þetta var endur ekkert eitthvað þeir voru eitthvað höndið, þeir bara mættust í bílabínu, treytuð einhvern veginn illa gæðnir í neðra, náðu ekki killónum, þannig að Veka vinna ránd hérna einhvern veginn, en þetta var mjög flott útfærsla rándi, smóka longir og mjög ákveðinir hvað er alltaf að gera, þetta lappa hann í bílabíð, svo er þetta bara tímasetningi sem vinnur með þeim virkilega þarna, Skún nær bara einum og er nefnt með bombuna, þannig að það er get ekki hörfað, verða að taka fætinn. Mér sýnist að Veka fyrir að fara að smóka miðjuna áður en þeir krossa þarna og Ofvirkur búin að taka leikmenn hjá þeim þó nokkur sinnum í gegnum hurðina. Jöp. 4 á 5 hérna, Hyperactive Low, búin að taka hérna 1 kill á móti. Rex og Sörk eru báðir bara one hit á hann að scout, ég og þá er scoutin tekin úr leiknum, Vírus gerir virkilega vel hérna, finnur Ofvirk og Hyperactive á shortinu. Nær smóknum niður, lokar þessu, ná svolítið reseti, 4 á 3, kaupa múti spari. Veka þurfa hérna að taka þetta ránd bara örugglega og Ármann aftur á múti þurfa eiginlega að allavega ná í killin og gera rándið erfiðara. VJ fæði hérna, sjansinn, nær deglu killinu og bjargar M4 hana. Sér gæjan og þetta er nær one-way anguli eiginlega bara. Deathcake er gripinn, fær molla í andlitið, nær smók niður. Stórt fyrir hann til að geta lifað þarna, Sörk kemur í backupið úr rampinum, hann er búinn að finna 1, búinn að finna 2, Sörk gerir virkilega vel þarna, þá er það bara hann á móti Skún, Uspa á móti MP9, tapar þeim bardaga, þá er það Vrex hér á móti Skún, 1 á 1, Vrex lár. Sörk gerði mjög vel þannig í næst fyrstu tökjum. Skún er ekki með armor einu sinni, en hann tengir bara beint í haus og rífur þessa lotu fyrir Ármann. Þeir slíta rándið hérna niður, sko, þeir Sörk hérna, fyrst, ég vil setja eitthvað út á þessum Maggi Vírus gerir á longinu, einn einhvern veginn, flassa sig sjálfan inn, ég veit ekki hvort það þurfa að gera það, þeir eru búin að minnka tölurnar og svo Sörk þarna alveg í lokin með uspuna, hann er búin að minnka þarna í 2v1, hann getur hörfað, reloadað og þeir geta í rauninni fundið hann betur, í staðinn gefur hann killi og þeir gefur þetta 1v1 og Skún klárar það svo með
grífulega góðu headshoti. Aftur, það Forza niður, allir án engum pening, mjög tætt leikur hérna, liðin eru að gefa frá sér low econ roundin. Deglurnar eru búin að stingja hér líka, VJ gerir vel, finnur Vanker þarna, það yfirtala Ármannsmegin og þeir eru með fórskot í voppbúnaði líka, Ofvirkur ennþá að halda miðjunni, hittist þetta ekki flikkinu. Ármann gera hérna í rauninni besta playið sem hún gerir á móti tætkaupi en náttúrulega að fara á longið. Fara hérna ná bombsetnum. Rex nálægt, fer hann í gegn, gerir hann eitthvað, nei, hann býður ágætt, býður eftir backupinu. Flottu mollið frá Sörk þá sem að ítir þeim í rampin. Ekki að skot frá Sörk þarna á skún. Þá virkjast Rex í elevator. Ofvirkur með línu og hann Deathcake, hann að labba í bak. Rex hann þá bara að taka athygli akkurat núna en Ofvirkur hann búinn að sjá við honum en það ekki nóg. Deathcake finnur fellinu þarna. Þá það leikmaður fastur á bíl, það VJ og þá það bara Hundsi 1 á móti 2 hér. Það Vappi í höndunum á Deathcake, hann takkar hann en ekki nóg. Hann hittir hann með vappanum en næri ekki killan, hittir hann líka í gegnum þessar tunnur af því að hann á 48. Hann hlýtur að hittir hann gegnum tunnurnar. Það munaði litlu þarna að Veka stela rándinu líka tilbaka. Þetta er mjög skrappi og mjög, já, þetta er mjög dösttvölegt einhvern veginn. Já, ég hefði bara áhuga að sjá sko, hversu margir hafa lifað á hvorið hlið í öllum þessum rándum. Peningurinn er í 5 dauðar á öllum nema einum Veka og það eru 6, já, það eru ansi fáir menn búin að lifa mikið, það er alveg rétt. Þetta er virkilega skrappi. Hundsi og Deathcake með 4 í 6 rándum, þannig að það eru 2 ránd sem þeir hafa tekist að lifa ný. Herðu, sjáum flassin og longi leit, þeir counterflass á móti. Virkur með vappan að bíða, þarf ekki. Óli getur vel verið gripinn hérna í sjálfheldu og gefið vappa. Hann gefur vappa nema hann taki 2 sem pussan. Já, hann ansi gjarn á að halda þessari línu séða áður frá þeim og núna heyra þeir í vappanum fyrir utan bedroom og ætli þá væntanlega að keyra í hann, gera það hér, getur Óli tekið á móti, já, hann finnur þá báða P250 í höndinni, þarf ekki vappan en það Sörk og Vírus hér, þeir finna Sickfotn en Hyperactive svarar. Það þetta bara Vírus 1 á móti 3 búin að bjarga einum AK hér en á mikið verk fyrir höndum með hann ætlar að vinna þessa lotu. P250? Þarf að kaupa hennar vappa með Ofvirk, ekki bara $250 nóg fjárfestingin í hvert ránd ef hann ætlar að fara að þríkja hérna hægri vinstri með 250. 3 P250 headshot á engan armor, bara flottur hann að rífa hann upp, mjög mikilvægt hjá hann að missa ekki vappan hann fyrir utan longið, það getur gert það ránd svo ógeðslega leiðilegt einhvern veginn. Veka ná hérna púsla í kaupið alls ekki æðislegt, 1 kit, lítið á stöffi, engin vappi, 1 MP9 á móti alvöru lestuðum og ekki hitt frá Óla. Það long á fyrsta tempói en þeir eru flassar, en flass þarna kemur VJ Hyperactive longi treytað, þetta ætti og skúni í middinu heyrirótin, þetta á að siglast fyrir Ármann léttilega. Þeir þurfa í rauninni að gefa þetta rándið þeir alltaf að tappa því. Hvað gerðist þarna fyrir Veka? Þeir virtust vera í ágætistöðu til þess að taka á móti þessu longplayi. Þeir kasta flassi sem að stauðra alla ármenninga, kasta sér fleiri flössum sem að einhvern veginn tengja ekki og svinga þegar flassið hætt. Já, svinga í rauninni of seint, sko. Þeir náðu fyrsta flassi var frábært. Skún stendur í rauninni bara algjörlega opinn flassaður. Seinna flassið einhvern veginn hann það nálægt að það auðveldra fyrir hann bara að spreyja mitt á það. Hann sér það fyrr, getur adjustað einmið, menn hinn var hann meira þegar þetta svinga á því, ekki það að það mjög gott að taka svona tíma sett út longi í rauninni, hleypa þeim og grípa á. En málið að Ármann fóru samt ekki á alveg fullu 100% tempói, þeir voru aðeins hikandi í byrjun, þannig að þetta flass í rauninni, fyrra flassi hefði svo sem átt að vera tímasetningin. Ofvirkur nær hérna endríinu, það einn að sitja í smók. Já, þeir sá hann gera. Þeir sá hann krossa. En Diglan heldur áfram að tengja. Rex með 2 og særir. Það vantaði bara að toga aðeins meira niður á þegar á Vírus og þetta getur verið stórslist fyrir Ármann en það það eiginlega nú þegar þeir eru núna hérna 2 á 1 á móti Vanker 1 á 1 Vanker með Degluna búin að finna Ofvirk komið með AK hér fyrir rítekið hendir hann að fake molla Hundsi eiginlega heyrir það ekki svingari killið þeir vita nákvæmlega hvern annan Hundsi á smók nær að smóka rampinn já Lurkar á bakveginn að smók og allar að lappa í gegnum hann. Horfir þá
Vel spilað Spilað. hjá honum. Þetta er reynslan. Já, hann gerir það sérst, hann gerir þarna fyrir inn í smókin og hann býður eftir að Vankir tekur hann upp flass, að fara að steppa, hann veit að Vankir þarna nálægt allavega og fer þá í gegnum smókin. Það var hættulegt ef hann hefði labbað beint í gegnum því að Vankir í rauninni horfði á það. Já. Þannig að mjög vel gert hérna lokar rándinu Ármann en þeir eru 6-3 yfir í terr. Búnir náttúrulega aðeins teka peningin og halda honum rosalega góðum ekki góðum þessi lélugum hjá Vega þannig að við fá hlaup. Þetta var tæft. Þannig að fáum við kannski fyrsta svona pjúra vappadúelið á milli þessar tvekja leikmanna hingað til í seríunni. Algjörlega. Og það endar með því að hvorugur fellur. Jep. 5-5 Streetjandir eiga longið með hennan smók þá geta þeir rosalega mikið loka longinu. Frábær smók hjá hérna Ármanni þarna. Props á það að henda smóknum í hurðina sem að sprettar alveg upp þannig að þeir þurfu ekki að hafa áhyggjur á vappanum. Flassa sér nú shortið. Það er Rekstur að taka á móti og hann gerir mikið með 2 fellur. Flott angul hjá honum. Hann er mjög góður að taka svona hérna taka á móti svona 1-2 gæjum í einhverju svona offangalegu gott spraykontról. Tekur þannig á eiginlega bara maður sá eiginlega allan tíman að var einhvern veginn að taka þessa 2 gæja niður. Hann næra að vera í svona einhverju offanguli. Þeir labba hins vegar upp shortið eru að ná því og VJ-n er að poppa upp og skjóta fraflex í hausinn. Deathcake hins vegar í frábæri postu en ofvirkur og geggja flass sem var alls ekki ætlað fyrir hérna Deathcake, það var fyrir longi en það staurar hann gjörsamlega. 3v2 retake, Vankir búin að eiga longi alltaf rándi. Ofvirkur, hann bara búin að halda vírus þarna í einhverja 30 sekundur. Ofvirkur átti þannig 2 risa kill sem við sáum ekki, hann tekur runni killið sem er úr 3v4 niður í 3v3 og svo tekur VJ niður í 3v2 og Ofvirkur svo búin að klippa þarna allt rótið í runni á middinu. Vankir hann fær spreyta á því mögulegt en nei, nærði ekki, finnur fyrsta en ekki nóg til þess að finna Hyperactive líka sem lokar þessu þarna fyrir Ármann. Og Ármann að spila virkilega vel framan af þessum leik. Já, Dust 2 terrahálfleikurinn getur rosalega verið svona snowballaðan Vega í rosalega leiðilegum status einhvern veginn peningaleysi alltaf þeir kaupa hérna þannig að þeir vilja reyna að vinna sig inn í hálfleikinn. Vega unnu meiri segja pistol þannig að þetta er búið að vera eiginlega bara mjög flottur terralokkur í Ármann. Rándið sem þeir töpuðu í millitíðinni var hérna deglurándi í lobby hérna þá. Og Ofvirkur með skoti í gegna það á Vankir. Komnir upp middið, nær öðru, wow. Hann tekur eftir þeim, fara upp middið og þessi árásargirni, snýst í höndunum hér á Vega. Ofvirkur búin að finna 3 það sem af er þessu rándi, keyrir í 4. en það er vírus sem loksins fellir hann. Já, ekki langt þetta ránd, bara eiginlega búið á fyrstu 15 sekúndunum. Terrin heyrir í honum. 8-3 og... Veistu, þetta er bara, ég ætla að segja, þetta er bara nákvæmlega það sem ég býst við frá Dust. Eins og þetta mapp er að spilast. Þetta er búið að vera mjög svona fram og tilbaka, þetta er búið að vera mjög skrapp í bardagar, margir búin að falla. Það er búið að mæða mikið á, myndi ég segja, öllum leikmönnum í báðum liðum eiginlega. Það er allir búin að setja í einhverjum svona stöðu til þess að gera eitthvað play. Algjörlega. Og bara hinga til þá hafa ármenningarnir verið að leysa það aðeins betur. Algjörlega. Ármenningarnir búin að vera mjög flottir í þessu terraleik. 8-3 geta það verið í 9-3 hálfleik. Vega taka timeout, líklega að svona tala kaupið af því að þeir eru svona skrítið að Vega hafi tekið þetta full kaup fyrir þetta push. Akkur þeir keyptu ekki kannski bara létt upgraded pistols og 1-2 flassa því að þá hefðu þeir getað smíðað einhvern veginn mun betra kaup hérna. En núna vil ég benda á eitt. Sérðu spónið hjá Ármann? Þeir eru bara eiginlega inn á B. Já, það er eiginlega rétt hjá þér og þeir eiginlega getur við séð þeir snéru líka allir þetta er eiginlega bara bérur sko. Þetta er eina af þessum þeir eru ekki búin að gera það ennþá. Nei. Þeir eru ekki búin að hafa sénsinn á því þannig og að gera það beint eftir leikleik hjá Vega. Vega er að fara að taka eitthvað stratt og þeir segja bara, heyrðu, nei, við ætlum bara ekki að gefa eitthvað séns á að taka neitt stratt, við bara hlaupum B og við erum með spónið í það. Já, sjá, það er reynda 0 snýsir, þeir fyrir 2 í burtu, fara 3, nei, splitta sér einhvern veginn, líklega bara að taka ná neðra kontról. Hvað er 7? Það er Ofvirkur, hann fer í línuna inn á B-ið hérna, leitar að einhverju, fær ekkert samt sem áður. 2 fyrir utan long. Wow. Gren hann frá VJ.
þetta risa kill svona það sem það svo frábært að fá svona entry það sem sérðan ekki einu sinni og þetta gerist í rauninni bara á spamminu og svo grenan. Þetta algjörlega frýtt kill, hendir hundsi aftur lélega mitt á bísmóknum. Hvikar þessu upp á shorti með því. Það engin afsláttur gefinn hér. Nei, þú fær hann ekki fyrir þetta sko. Ekki fyrir þetta sko. Það vírus núna hérna í elevator til þess að, í boostinu til þess að taka á móti shortinu. Þeir fara eins og 3 shorti og 1 long. Þeir ætla að taka hérna late crunch á A-ið. Þeir hafa svolítið verið að gera þetta. Þetta svolítið stór fight hérna. Vá, Deathkick nær að sjá hann og ætti þá að geta sett sig upp í killið. Longaðinn ætlar aðeins að beita sko. Það fær backupið en þá fer vírus af því að halda shortinu. Og hann tapar fightinum, þetta risa. 4-2, þeir að stefna í 9-3 hálfleikina. Eiga longið, sjá HBT. Sko, Höndakillið, Rex 1 eftir á 4. Þetta voru bara mjög óheppileg mistök Vegamegin, en Rex hér gæti gert vel í rítekinu, hann er búinn að finna 1 en finnur ekki fleiri. 9-3 Ármann í vil hér í fyrri hálfleik og þetta round hefði hæglega geta verið erfiðara fyrir Ármann. Já. Ef að tímasendingin virkar ekki akkurat svona. Tímasendingin Vírus þurfti að vera að halda shortinu þegar þeir lappu. Já, tímasendingin var svolítið að svíkja það eins og segi, líka þegar Maggi fór hann á longja á móti Deiglunni sem töpuðu flasta og það var svona, já, þeir voru svolítið vittlausi tímasendingu, bara svona aðeins og seinir í mikið og það getur skipt svo miklu máli í Dösta sem að Ármann sko bara pánsa mikið eftir að þeir fá kontaktin. Þannig að mikið á svona óheppilegum hlutum, flassið þarna á Deathkick þegar hann var á gús sem var ekki ætlað fyrir hann. 9-3 hjá Ármanni og Veka tóku pistol, þannig að þeir tóku bara ansi mikið af gunroundum hérna í terr. Var þetta ekki 2-1 hérna eftir 3 round? Þannig að Veka af stöffi á Veka hins vegar. Takk eftir því hérna, það eru 2 smókar, 3 fluss og molli og þeir eru að fara út longið þannig að þeir eru örugglega með einhvers konar, já þetta er Sörk með mollan hins vegar. Ok, Sörk fær klírar hann ok, þannig kemur það en það leit út eins og Skún væri að fara að klíra þetta. Já, hann hætti við einhvern veginn svo fer hann, sko þeir steppur út longi þannig að þeir sanda þannig að hann veit að þeir eru long en þá hleypur hann aðeins á sig sko, tvisturinn er komin á bíl lobbyið, þeir eru að klíra lobbyið en að terrarni þannig að þeir eiga að vita að þetta sé bara double pumpið, hvað gera þeir henda sama smoke, jú, bara venjulega cross smoke svo eiga þeir molla 1 flass. Já, þeir nota mollan á bíl, ok. Það er mjög gott að því að bílgæðin verður að molla út, svinga hann. En mollin eins og það, já, þetta er bara eins og það. Já, búin að finna ofvirk. Þá er keyrt upp longið Hundsi, búin að finna 1 tilbaka, Vanker með Hundsa. Var það Hyperaktiv og VJ til varnar hér á móti 3 manna sókn Veka. Hyperaktiv dinkaður 9 eftir á HP á honum. Hann tappar þarna í longfightinu. Vanker, hann plantar bombunni, Deathkick finnur Hyperaktiv á meðan. Það er bara VJ 1 á 3. Hann er búinn að taka á nokkra lágt niður. En já, hann er hausaður. 9-4. Veka þurftu þetta pistoránd alveg ofbóðslega mikið og þurfa helst eiginlega bara að konverta hérna strax öðru og 3. Já, það er bara þurfa bara hérna svolítið smooth round til að koma eins og bara strax svona í, þú veist, ekki erfiðan pening og svona Ármann kaupa, ætla að halda pressunni bjóða svolítið þá, bjóða Veka upp og það mitt, ef þeir ætla að kaupa grimmt Ármann þá geta þeir líka keypt sig í smá hólu, það verður fróðlegt að sjá hvernig þeir eru búinir að kaupa mjög aggressíft í þessum leik og gera það alla jafnan, þeir kaupa svolítið aggressíft. Gerðu það líka í einsett, þannig að ég held að við sem að fara að búast við aggressífu kaupi út þennan leik frá Ármanni. Veka postjur að halda bara default 2B, 3 utan með long, í rauninni ekki að gera mikið, smokin mitt tekur info fyrir terrana. Veka með bara mjög cool svona skipulagt mid-take með flassið þarna fyrir shortpúsið, flassað upp á shortið. Vanker tekur ofvirkan í gegn, takkaðan tvisvar í gegnum hurðina og ofvirkur farin úr leik hér í sturtu bara með þennan skátt. Þarna hendir nýjan Maggi, nei Vanker hendi góða mitt og bísmók. Props á það. Þolinmótt ránd frá Veka. Ofbóðslega þolinmótt og ofbóðslega sko, þetta er mjög flott svona default ránd að þú vildir brjóta það niður. Þeir
smókuðu middið, héldu BLB-un og neðra púsinu, bara pössuðu þeir rauninni, héldu X map-kontróli og svo fikruðu þeir sig áfram í allt map-kontról. Þeir tóku neðra með mid-smókun, það engin mid, svo flassaðu þeir yfir, frá middinu yfir neðra, þannig að gaurinn ef hún á shortinu getur ekki hort niður neðra, þeir flössuðu inn á shortið, þeir flössuðu upp á sætin, þannig að þeir svona skrefuðu sig í gegnum flössunum sem akkurat það sem þú átt að gera á móti forsinu eða þeir gefa þér sénsina því að því að þú veist, þeir eru líklegir að vera einhver svona nálægt, flassar fyrir hotnin, skeila saman, mjög flott ránd hjá VK. Setja Ármann í bara uspusparið sem fyrir B-stakk og þeir eru... Vankir sá þá ekki alla krossa. Nei. Hann sá bara einn. Þannig að þeir vita ekki að það eru 3 leikmenn í það minnsta að bíða eftir hérna B-megin og þá kemur púsið í gegnum tunnels og það er vírus til varnar. Hann finnur 2 en fellur svo Skún komin á AK-in, 2 hér í lower. Vita að þetta séu síðustu 2 leikmennir, þannig að það er bara skiptið yfir á að. Jep, aðeins öðruvísi heldur en Ármann gerði þeir svona consistently íttu í fætina í lobbyinu þegar þetta push kom í fyrri áleiknum. VK bara gefa það eftir. VK líta mjög flott út hérna í byrjun, sem sagt þeir eru mjög greinilega skipulagðir í dóstinu. Og það gæti verið mjög gott á móti Ármannliðinu. Þeir munu ekki komast upp með svona svolítið cheap push og plays. Virðist ekki vera. Þeir eru þarna ofvirkur í neðra og þeir henda ofboðslega miklu stöffi til að flussa hann út, heyra hann tikka, klíra það saman og eru líka mættir. Það er gaur fyrir ofan, það eru gaur í middinu. Þannig að þessi 2 ránd hérna, þó þeir hafa verið á móti Forsköpi og Spari, þá eru þeir búin að spila þau ofboðslega flott til að byrja þetta comeback hérna. Algjörlega svona bara leggja grunnina í því. Ég vel líka bara að segja þetta ég segja sko agaðasta og skipulaðasta default sem ég séð bara frá íslensku liði hérna á Dust 2 allavega í þessu móti. Það getur alveg verið eins og þetta komið svolítið á óvart hversu svona þetta var svona bara horfþengundum að ná eitthvað svona breakdown af hérna próliðum, hvernig hvert að gera þetta og þau gerðu mjög svipað svona hvernig skrefuðu sig áfram hérna og voru fróðlegt að sjá hvað er hérna hvernig mun gera þetta. Við sögðum áðan fyrir leikina Ármann svo sem tóku aldrei B-röss, VK þeir eiga B-rössu í pokahorninu og kunna alveg pottþétt hröðu smókana fyrir það. Þannig að ég held eiginlega að þeir muni taka það er svona og VJ með opnin þarna á Brex en málið er bara, ég held að þolinmæði sé vinur VK í þessum leik 100%. Þú ert með þessa stóru karaktera Ármannsmegin sem að eiga það svolítið til að fara að leita sér að playum ef að þeir hafa ekkert að gera í 30 sekúndur. Þannig að það fannst mér svolítið sérstaklega á sparrándum eða hálfkauprándum að þá eru ármenningar gjarnir í því að reyna að láta hluti gerast og þá virkar þessi þolinmæði VK svo rosalega vel. Algjörlega VK setja upp hérna, bomban er sótt á spón, droppar í suicide. Mid to B eða short er svona eins og þetta lítur út núna og verkur tekur kill hérna, þeir spotta vappan á A, þá faraði líklegast í mid to B. Þeir eru með góða smókin þannig að vappin mun ekki geta spottað yfir, það er eins og 2 inn á B og þeir eiga molla þannig að Hyperactive getur tekið kont eða bara VJ tekur endrið ára og smókin springur. Það er bara nákvæmlega sem Terrin lappar í gegn, bomban er short nefnilega, Deathkick, VJ er endur að horfa á þetta. Ég held að Deathkick ætla bara að bíða smók. Já, hann er að fara að gera það, Deathkick þarf tímasendinguna samt, þeir molla hann í upp. Sörkar sem er pressin á shortinu og þá virkjast Deathkick þarna, hann er búinn að finna VJ, ofvirkur er búinn að bakka allalið yfir á bíl, það eru bara 25 sekúndur eftir af lotunni þannig að hlutinni þurfa að fara að gerast hratt ef það er ætla að virka hér fyrir VK. Deathkick byrjar þá að færa sig upp frá CT, býstmættalega við mönnunum í bak, þar er Skún búinn að fella hann og pressan frá Ármann þýðir bara að það er ekki chance fyrir VK að planta og Ármann vinna þessa lotu. Þetta gat dottið þarna þegar Óli geigaði skotinu, ef þeir drepa hann þá eru þeir með A-ið og algjörlega bara 3v2 afturplant en Óli gerir rauninni vel úr því að feila skotinu, hann lifir, hann nær flassinu úr sér og hann nær að repositiona bara mjög vel spilaði rauninni Óla út frá því að hann samt geigaði skotinu, þannig að props fyrir það og þeir eru lifa rándið 4 á lífi, þannig að peningurinn stakkast hjá þeim. VK kalla pásu og VK eiga byssu, Deathkick náttúrulega hélt og á því 200, Vanger er komið, það er kaup, þeir eru að kaupa hérna 10-6, já, hérna erum við, hérna geta Ármann alveg virkilega
komið sér í mjög góða stöðu, geta komist í 11 með því að VK eiga engan pening, þannig að Sko, hvort finnst þér að VK ættu að kaupa eða spara hérna? þeir eiga að kaupa því að þeir eru meirunni, þetta eru 4 kaup og sem sagt, það var bara fyrsta rándi sem Ármann vann með einhverju lífi, þannig að þeir þurfa líka, þeir eru það mikið undir, að þeir verða að halda pressu og láta Ármann blæða og hérna þurfa þeir í rauninni allra minnsta, þeir vilja náttúrulega vinna rándið, en allra minnsta að þeir ná í bombunni niður og koma þessu kannski með einhvers konar 1v1, þannig að Ármann þurfi að kaupa allt aftur, það dýrt að kaupa sem City. Sjáum hérna Það þessi efnahagslegi þrýstingur sem þarf að vera til staðar ef þeir ætla að ná þessu kompaki. Það erfitt að sjá fyrir sér heim þar sem VK tekur 7 lotur á meðan að Ármann tekur ekki meira en 3 fullt kaup á móti fullt kaupi. VK fara hérna upp shortið bara eiginlega á fyrsta tempói, hendur middsmóknum, hikuðu smá flössuðu sín, tvisturinn fær kontakt áverkum vappan, fyrsta killinu droppar, nær úr sér molla, greinu, þeir henda strax í einhvers konar lögsmók, flassaði, þeir ætla bara að fara á fyrsta tempói, áverkun öðrum, smókin þarna, skún með 3. Sörk loksins búinn að svara, ofvirkur lifir ennþá og að valda usla hér lár bak við smókin. Flott skot á markir. 3v2, þetta hérna nær hann að sjá. Missir af hæpra. Sér hann ekki enn. Þeir eiga að geta ná bombunni niður núna. Og hérna spurning hvort að Alli Hundsi hérna að gera svolítið, hann langt á undan. Ef að gaurinn short kíkir þá getur hann drepið hann án þess að fá neitt trade. Það engin horfa elevator. Horfa þar núna en það bara of seint. Hyperaktiv og Hundsi, þeir loka þessari lotu. Þetta var ansi, Hundsi var svo langt á undan, hann bauði svo mikið upp á það að deyja einn án þess að fá treyti og þá er hann setur þetta í 2v2. Það virkar, þeir ná að treyti þetta niður og lifa bara allir. 11-6 og við erum bara mjög fljótt að stefna í núk þörd. Það bara svolítið þannig. Ég held að þú hittir naglann á höfuði þarna Hundsi gefur henni glugga fyrir VK bara til að taka þetta rán. Já, þetta er svolítið svona algjörlega. Þú veist, ef þeir kíkja, en einhverjum ástæðum þá spyr ég mig af hverju þeir voru 2 að horfa shortið, hvort þeir hafi bara svona mikið búist við þeim shortið og einhvern veginn gerðu ekkert ráð fyrir þeim komandi séti. Nei, það var svona eins og það væri, veit ég hvort að Hundsi hafi verið nýbúinn að taka killningur annars staðar eða hvernig, en allavega rándið siglist heim, það er late long pop hjá VK. Tvisturinn, það er vappin sem fær 2 legg og VJ næri hérna spraydownið VJ. Nei, Dingar Sörk einn eftir með vappan, 12-6 og VK eru, þetta var nú, já, þeir eru vallakaup, eða þeir eru með kannski AK-hana lítið stöf. Já, þeir spónuðu B, það er rétt, vá maður. Þeir ætla alls ekki að bíra sem myndi halda, það myndi þá vera einhver makka þarna, það er skát og 4 AK-var, þannig að það er eitthvað annað. Sko, ég myndi eiginlega bara vilja sjá bara vírus reyna að opna B-ið, bara með þetta spón. Hann er svo rosalega fljótur, hann á eftir að eiga tímasetninguna hérna og þeir eru 3 að storma í upper, en þá mæta þeir 2 leikmönnum inn í lower og vírus einhvern veginn. Hann var svo framalega að þeir byggust ekki við honum, en þá er það ofvirkur til varnar hér. Vírus snýr við, ætlar að klíra upper tunnels aftur. Sörk gæti fundið ofvirk þarna en Hundsi, sérðu possuna sem hann er komin í? Ofvirkur gæti sem bókstala er með klofið í vappanum. Sörk er bara að molla. Þeir hafa ekki hugmynd að Óli ofvirkur sé þarna. Þeir drepa hins vegar Hundsa og Óli, ef hann geigar skotinu er þetta trade. Er þetta lengst smókur í heiminn? Hvað gerðist þess? Hyperaktiv fallin og ofvirkur líka Sörk! Klötsvélir fyrir VK, þeir finnur 700 rándið. Risa ránd hjá VK og Sörk þarna. 12-7, þeir ná þessu, ennþá peningurinn í duftinu og 1 kaup eftir hjá Ármanni. VK náttúrulega verða að taka þetta ránd hérna og þá setja þær Ármann í þó nokkuð slæman pening. 12-8 en það er samt, þeir þurfa að taka 5 ránd í röð. Dust 2 Terso sem alls ekkert ógerlegt. Fróðilegt að sjá Sörk með þennan smók. Hann hitt honum að hann á hann þannig að hann spredaði upp, þannig að það er mjög gott. Þetta er mjög góðu smók þegar hann spreddar alveg upp. Hlaupa niður shortið hérna, eða mittið, flassa, eiga short control.
mjög hröð, þetta þannig hratt, sama á hann, skeila með flössum, stoppa móla, já, en þeir eiga gífulega mikið map-kontról. Já, búin að koma sér vel fyrir, myndi ég segja, og núna spurningin hvort þeir ætla að halda áfram á háu tempói eða hvort þeir ætla bara að frista. Hefur gengið alveg þokkalega vel þegar þeir bara bíða, leyfa Ármanni að koma sér í erfiða stuður. En Ármann hér, þeir eru bara með svo mikið buffer, það eru þessar 5 lotur, en gæti svo sem orðið fljótt óþægilegt ef að sparinn fara að detta inn hægri vinstri. Já, algjörlega. Veka geta alveg gert svipað hluti sem að í sítínu erfitt ef þú fyrir að tapa mikið á rándum og þá eru þetta alltaf 1 kaup, 1 spar. Þannig að þetta eru líklegast 3 full kaupránd sem að Veka þurfa að vinna og svo hinn 2 eru líklegast einhvers konar low-buy eða spur Sörk með alvöru util-set hérna. Love that. Þeir lögsmókar sem að loka líka Séti og þeir droppa niður Séti þarna Vanger. Hann er týndur í smóknum, Hyper aktiv í ruglinu. Geggja util þarna er ofvirkur með frábært skot á Vanger og núna... Eftir þeir feysa allir það í vappi. Annar blikk! Wow. Já, hérna klára á leikinn. Wow. Risa ránd hjá ofvirk. 13-7. Ármann gjörsamlega bara þetta var eiginlega mjög lítill leikur eins og sem ég fyrir 9-3 lítið pressandir. Veka var svona, leit ágætlega út í byrjunina, Veka vinna bæði pistolun og konverta, það er í rauninni einu rándin sem þeir eru að vinna, þannig sé Ármann vinna hérna bara mjög sannfærandi sigur, mikið af gunrándum, það er vilt merkið hvort liðið var betra, þannig að við förum hérna í third nuke. Já, það er núk 3. mapp og já, ég myndi segja bara stjörnu framvista Ármanni þarna, ekkert að láta á sig fá að hafa tapað fyrsta mappinu, enda svo sem reynslu boltar og mér fannst það bara við sjá hversu ótrúlega vel Ármanni líður á Dust 2 og ég myndi bara, ef Ármann endar á því að fara í úrslitaleikinn þá er það alvöru spurning bara hvort að það þurfi ekki bara að taka Dust 2 frá þeim, af því að þeir eru núna búin að leggja bæði Veka og Sögu í Dust 2 sem eru virkilega sterk lið í þessu mappi. 100%. Ármann hafa alltaf verið mjög góður í Dust 2 og sína það algjörlega hérna, það er bara mjög góðan Dust 2 leik, bara, já, einfaldlega frábærir. Já, þá er bara spurningin, hver er MVP þessa leiks? Það er líklegast bara ofvirkur, svona fannst einhvern veginn stóru killin í vissum rándum koma frá honum, hann er náttúrulega alltaf stóri í Dust 2, þannig að algjörlega ég held að það hafi verið hann, það var mjög skrappi svona byrjað, eins og sem, margir dóu, margir að drepa, mikið svona skrappi en þegar rándinu voru svona meira að spilast eðlilega sem að segja, þá fannst mér Óli alveg frábær. Já, hann endaði líka á toppnum á skortbortinu fyrir liðið sitt og við töluðum það hér í upphafi útsendingar að ofvirkur í stuði er ákveðið win condition hér fyrir Ármann og hann virðist svo sannarlega að vera komin í stuð. Við fáum að komast að því hvaða lið kemst hér í úrslit í 3. mappi sem ferður núk eftir örstutta pásu. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Red Bull veitir vængi.
Já, verið hjartanlega velkomin aftur hér í vormót ljósleiðarans. Það yndisleg sería sem með okkur hér á þessu þriðjudagskvöldi milli Vega og Ármanns. Við erum að tala map 3 eftir mjög tætt fyrsta map og þá komu Ármann sterkir tilbaka hér í Dust og jörðuðu það svolítið, gáfu Vega valla senast til að sjá til sólar, en núna erum við á leiðinni í Sítarkrík kjarnorkuverið, þar sem að bæði lið hafa það ansi gott og líður ansi vel. Þannig að þetta verður spennandi loka leikur fyrir okkur hér, Jói. 100%, bæði lið algjörlega sem við sögum fyrir, þetta eru mappin sem að bæði liðin spila, þannig ég býst við því að þau verður mjög góðum, eins og Vega lit út í Dustinu þá býst ég við bara mjög flottum terrorleik, hlakkar til að sjá það, hvort þessi ekki henda góðum smókvökum úti, hvernig að nota þá. Ármann eru fróðilegt að sjá hvað þeir vera með, mappið það ofal í púluna, þeir ætti að vera með alls konar hluti, en aftur á móti eins og leikurinn hefur spilastundi hefur verið, Ármann mun spila meira svona einfalt, eitt smók hérna, smá pressa, kannski mikið, þú veist, þeir eru inn í rössi til dæmis, getur gert svipað og þeir gerir eins en þeir myndu rössa inn mjög mikið og svo skiptaði upp, fara rampið eitthvað slæðis. Að meina Vega litu allavega út í báðum öppunum sem vera meira svona aðeins rólegri, eins og ég talaði byrjun skipulegri og þeir eru að henda mjög flottu jútili, mjög ánægður með á. Þannig að það verður mjög gaman að sjá hvernig Núki spilast hérna og hérna alltaf hnífaði upp á liði núna og alltaf Núk er mjög city-sided map í rauninni alltaf. Við myndum alltaf svona túlka það sem allavega einhvers konar 7-5, jafnvel 8-4 map í hérna núna. Við höfum svolítið talað það, ef þú klárar 4 lotur hérna á tilliðinni þá getur þú verið sáttur. 5 mjög sáttur, eitthvað meira en það bara í allsæl. 100%. En aftur á móti svo við talaðum og eins og Dusty spilaðist að þeir Ármann í rauninni bara hérna vinnuna leik þannig eins og við tölum að þeir heldur penningnum bara mjög þægilegum. Og þetta er mikið þannig og hérna sérstaklega þannig að Ármann vinna, pickvæntar að sitja í, þannig að hérna er það á Vega að koma með terrorleik sem að, þú veist, pistólið á alltaf að vera svona round sem þú getur endilega mikið tekið sko, auðvelt þannig sé að eitt auðvelt stratt og getur hlaupið mikið með glokkuna. Þannig að fróðilegt að sjá hvernig það verður hérna. Já, það er swappað. Hvað fáðu það staðfest? En að Vega nefnilega tók einmitt, svo sem þeir svona komum með precursor fyrir terrorlýsinn í Dust áðan hversu mikið er stöffu, í pistólunum tóku svo rosalega mikið stöffi, aftur hérna eru með 2 stöffara. Já. Þeir eru með 3. Þeir eru með 3 stöffara, þeir eru með 2 armora. Nei, þetta er ekki rífundaði og hérna kemur. Þetta er líklega samt bara inniröst, þetta er alltaf inniröst stöff, það er grena fyrir stálið og molli upp á gula líklegast frá Sörk.
Ok, nei, þeir eru að taka eitthvað slá. Söðan er að lega smoke. Þessi smoke mullet smoke. Lendir upp á vibbanum og spreddar niður, það ekki? Jú. Held að þetta sé. Það loka fyrir línuna, sem sagt, fyrir utan viðbyggingu inn í Squeaky. Klippir í rauninni allt vision fyrir viðbyggingur og hann getur yfirleitt spotta allir lappinu secret. Þessi smoke lokar það. Við sjáum að þeir ekki gera neitt með því. Þeir eru að molla inni og gera ekki neitt með því heldur. Hann hoppar upp á klettin. Þetta fake, þetta double pump. Þá kemur púsir út Squeaky. Það eru 4 leikmenn Vega sem að flæða þar út en það VJ og Ofvirkur til varnar. Þeir eru búin að fella alla nema Sörk. Sörk búin að vera klöts vél hérna fyrir Vega í kvöld en 1 á móti 3 í pistol. Hann á mikið verk fyrir höndum hér en hefur svo sem nægan tíma. Algjörlega með killið þarf að taka 4 hérna. VJ risastór. Bak við spike-vendi þarna. Tappar það bara niður. Þetta bara, svo við tölum það, mér finnst Nuke vera sterkasta mappið hjá VJ. Mér finnst hann spila þetta ótrúlega vel. Ég held að hann hafi sett 30 bombur bara síðast þegar við sáum Ármann í Nuke hér hér daginn. Og hann elskar Spike-vendið. Já. Það bara þannig. Sýti hérna rosalega bombarleikur algjörlega í opninu og þetta eiginlega, hann á mjög erfitt með einangra fætinn. Hann þarf að gera það. Þarf að klíra 20 sek, þetta lítur ansi erfiðlega út, hann þarf að hitta ansi góðum skotum. Já, gæti fengið fyrsta fætin svona þokkalega einangraðan en eftir það þá verður það erfitt. Búinn að taka nokkur skot á manninn í Heaven, kemst nú að því að það eru fleiri á gólfinu líka. Og núna liggur bara á, það voru 4 sekúndur eftir þannig að Sörk vildi svo sannlega ekki falla eftir tíman og eiginlega bara spurning hvort að Ármann hefði átt að bíða með að taka felluna. Já, geti verið þessu sem skiptir kannski minna máli í pistónu þegar það er svo lítið af lúsbónu svo lítið þannig að það verður bara glokkuspara og fengi svo allt fyrir tilbaka en vissulega hefðu getað reynt að gera það. Sjáum hérna að Deathkick með mökku og Rex líka, ok. Force. Hvað gera þeir með þeim? Deathkick þessur. Þetta er mjög áhugavert. Ert þú á þeim vagninum að Force í öðru randi tímiðin ef þú færð ekki plant annars spar eða ef þú tapar? Því að metan er hún ekki svolítið að spara alltaf? Sko, það er misjafnt svo sem, það ég myndi alltaf svo sem Jú segja, þú tapar hérna pistolinu sem terr á þess að planta. Jú, þá tekur þú líklega stráðið upp glokkuspara því þú tók mjög gott kaup eftir það. Hyperactive gerir vel hana. Og sérstaklega hérna, ég veit ekki hvað, þetta er eins og sem Jú, þetta eru 2 mökkunar að poppa ramp og svo ætlar að fara einn úti, þetta er svolítið svona, þetta var auðvitað bara mökkunar átt að taka eitthvað info en það er deyja báðar þannig að þá er þetta mjög þungt ránd og ég er allavega, já, kaupið 3 deiglur og 2 mökkur. Ég veit ekki alveg hvað planið á þá að vera. Mökkunar verða að fara hratt, deiglunar verða að fara hægt, þannig að þetta er svona, þeir líklegast vonuð náttúrulega bara til að mökkunar myndu ná killónum á ramp sem við gerum ekki og það virðist vera sem að 5 lifi hérna hjá Ármann. Nei. 4 allavega. Ég er svo nær einum, flassar engan nema, sem hann segir, nær svo að killinu og er komið með þetta í 3v2. Það er risastórt ef hann nær einum hérna í viðbót. 100%, það er í rauninni algjörlega þannig að eitt líka því að sérst, þegar þú kaupir í svona rándi þá viltu líka náttúrulega helst gera fullt að skafa þannig að þú sért ekki bara að eyða peningum í líkin eitt. Fær hann venddroppið, hann nærði silent af því að hann Skún missir á tímasendingunni og hann gæti labbað í bakið á Ofvirk af því þeir hafa ekki hugmynd að hann sé niður vendið. Hann nær Ofvirk. Nær killinu! Fær plantið þó hérna líka, þetta er gerlegt fyrir Vírus. Þetta er nefnilega gerlegt, hann á 14 í líf og hann er með MP9. Hann kemst upp á, það er allt, hann í rauninni. Hann gæti ekki beðið betri aðstöðu upp úr því að vera 1-4 á deglu. Hann er búinn að gera mitt líka annarstölum að þeir eru búinn að gera fullt að Já! 1-4 ace! 1-5! 1-5? Já, allan með acein, með acein, hann drepur og hann tekur þetta í lokinn 1v4 eða 5. Holy shit! 1-5! Og sko, þegar Skún missir af hún, þetta var og þetta er rauninni, hann er með 14 í líf að taka, þetta er það sem þú þarft þetta litla glugga og hann næra að fara silent niður vendið og tegir þá í bakið og Ofvirk sem meiri segja að snúa sér hann hettar hann í fyrsta, bombuna beint niður og einangra svo fætinn og tekur ekki hitt upp á sílónu. Þetta var ótrúlega vel spilað þarna hjá Vírus.
eins gott að greina mikið kaupi hversu lélegt þetta hér maður drepa engan og vírus tekur svo bara degluna og drepur alla og vinnur rándið og setur allt í uppnám. Ég man ekki eftir öðru 1-5 náttúrulega sigur rándi bara út í Íslands og CS. Þetta var ótrúlegt og það, ég man ekki eins og mitt hvenar hann átti 14, hann endaði rándið með 14 líf og sem 3 kill voru með 14 líf. Já. Ótrúlegt. Þá kemur pressan hérna inn í gegnum viðbyggingu. Einnig kallað main, skúl undir pressu hér, ofvirkur bak við stæl og Hundsi bak við stæl og ofvirkur upp í heaven. Þeir báðir fallnir núna og þá það Hyperactive kominn í gula, finnur 2. Hann nær bombunni. Nei, nær ekki bombunni, það ná að planta og hann nær að halda, sjá hann. Þetta eru góða fréttir samt fyrir Ármann hér, Hyperactive að vakna 4-2 akkurat núna, búin að eiga erfitt uppdráttar svona framan af í seríunni og síðustu seríur en ef við sjáum alla liðsmenn Ármanns vera að skjóta á öllum sílindurum og þá eru þeir ansi erfiðir viðuregnar. Ótrúlegt ránd. Ég er ekki bara að komast yfir. Nei, ég var að hugsa það. Ótrúlegt og sko snýr þessu við algjörlega. Sko Veka vinna þarna í terrinu strax með 2 ránd á móti Spari. Þú talaðir 5 ránd væri frábært. Þeir eru komni líka þess 3 þeirra og eiga ennþá eftir að henda út í smókum að koma og sína okkur hvernig terrorleikir eru með henda hérna einum cross-smók og Sörk bara krossar í rauninni bara að halda hérna línu. Þeir eru með á nokkuð boxaða, eru 2 CT að fara að labba upp secretið, flassa meiri sér, já þeir flassa meiri sér fyrir Veka eru að spila óbáslega flottan Counter-Strike. Það verður ekki aðeins það, Sörknar killinu, bakkar, þeir rígrúpa. Sko, þú veist, ég veit ekki hvernig við höfum að halda áfram frá þessu rándi, sko. Mér langar líka við að taka bara pásu og leiknum og horfa á þetta aftur. Já, þetta var ótrúlegt ránd og við náðum þeir hafa allan hérna, klippunar fyrir Elko allan auðveld þarna, við náðum öllum killónum meiri segja og allt sko, geggjað. Bara þannig 2-1 og eins og þú segir, því líku viðsnúningur. Já, við erum gert þarna Sörk en ofvirkur. Násamt að spotta hann þannig að þeir vita að þetta hægt að vita þessu på stálinu. Nær hann eins og killinu? Nei, en átrætt hann Óli upp á þaki. Þeir vita að hann var aftast í terrorlobby, hinn niðri. Makkan hleypur að þramma þetta niðri. VJ, hann bara á uspu. Óvirkur drepu Vanger sem var svo sem bara með MP9 eða mökku þannig að það skiptir ekki endilega öllu. Hann hefur svo sem License to Hunt þarna. VJ nær vírus og nær það væntanlega AK. Jú, hann nær AK, þannig að úr þessu uspu Spari eru Ármann líklegast reyndar sko, Óli þarf að fara í burtu. Bomburadísun já, hann nær því og það engin jú, þeir ná að halda 2 AK-um. Það risastórt. Það mjög stórt. Það gerir það verkum að þeir munu alltaf náttúrulega að kaupa hérna sem var líklegast planið en kaupi verður mun betra. AK-in getur farið á rampspilaran þannig að hann dingi ekki þegar þeir koma, fær headshotinn. 3-1 fyrir Veka. Þetta er ótrúlega áhugavert því að ef við hugsum þetta bara út frá efnahagslegu áhrifunum af þessari lotu, Uspusparið finnur 3, setur efnahagslegu pressuna á Veka, neyðir að kaupa 3 byssur tilbaka, á sama tíma spara þeir 2 og virkilega bústa kaupið sitt. Þannig að þetta svona, það margir sem horfa á Uspuránd og hugsa, þú vinnur þessi ránd hvort aldrei. En þetta var sigur fyrir Ármann, þessu ránd. Öll ránd þarftu í rauninni að trýta þannig að þú reynir alltaf að gera sem allra mest. Þó þú tapir því þú drepir sem mest, þú plantar, þú lætur það eða sem mestu jútil. Allt þetta telur í rauninni í stóru myndinni. Rex nær endurinn og þeir eru niðri hratt. Þeir fóru hratt með útismókunum, þeir tóku klassísku útismókuna og fóru hratt með þeim. Mjög íslenskt dratt myndi ég að kalla, mikið gert hent þessum einföldu smókum og farið niður, mjög efficient, 5-4 á 3 hérna og Sörk að halda lörkinu. Hyperactive hins vegar niðri og bombunni plantað. Hyperactive ennþá óvitaður. Deathkick, sko Hyperactive ekki með kit, þannig að hann ekki með kit og núna vita þeir að manni í T, vita samt ekki af Hyperactive niður á gólfi, Double lokuð og hann einhvern veginn kominn á bombuna án þess að okkur maður viti af því, finnur Deathkick sem býst alls ekki við honum. Hann að deffa. Nei, ekki lengur. Nei. En Hundsi, hann búinn að finna 1, Hundsi búinn að finna 2 og þá eru þeir 1 á 1 hér, Sörk, hann klötsarinn en hann ekki að finna sprayið hér á Hundsa, hann leipur upp með hnífinn í hendinni en Ármann
Gefur Veka bragð af eigin meðali hér, stikka í smók og finna lotu. Þetta þriðja skipti sem við sjáum þetta í seríunni. Risastórt og setur þennan hálfleik í alvöru uppnám. Þannig séð 3-2 og bæði liðin, þetta er risaránd hérna. Bæði liðin eru á algjörlega seinasta kaupinu. Þá að Ármann vinnir rándið þá deyja þeir allir. Þeir þurfa að endur fjármagna allt saman. Vappi á ofvirk, 1MP9 á skún. Sjáum hérna Veka henda sömu smókum. Sömu smókveggur. Nei, ok. Þetta er reyndar. Ef við sjáum á þetta úti, þetta er mjög klassískt Vekadóta. Þeir henda crossmók og fyrri smóknum og svo kíkir einhver bak við smókin. Fær flass í rauninni frá sleppa seinni smóknum. Þannig að gaurinn sem crossa Secret getur kíkt út í garðinn og Sörk tekur kill þarna. Þetta virkaði fyrir á. Já. Og Sörk komin niður. Skemmtilegt að sjá þetta því ég man eftir í einhvern tímann að hafa demopreppað fyrir þennan kjarna og þá gerðu þeir þetta og mér finnst þetta mjög merkilegt. Hendi í rauninni 2 smókunum, viljandi hendi ekki 3. En eru með í rauninni hugsun á bakviða sem er mjög cool. Já, og Sörk núna í því playi búinn að finna 2 fellur og gal opna þetta ránd hér fyrir Veka. Já, í rauninni bara skjör sigra hérna rándi með að taka rampinn, taka Óla niður í ekki neitt. Sítjarnir hérna Óli að farin að spara, óvirkur. Skún þyrfti nú að reyna að finna sér byssu, hvart og hyperaktiv, hann deyr svona rampinn, Skún getur ekkert gert nema að halda MP9-unni. Veka taka tilbaka hérna 4-2 og hérna er einmitt risastórt í rauninni að rándi sem vinnst hjá Ármanni er einhvers konar ninja def með engan lífi. Þeir eiga engan pening og Óli er eiginlega dauður. Hann er 1 á CT-spóni, 8 í líf. Ok, en það er engin annar nálagt, þannig að hann er líklegast að fara að ná að lifa. Nei, þeir eru komnir í backupi, þeir eiga flass. Óli þarf að taka 2 kill hérna, henda þeir flass í augun á honum. Chickle Píkas sjá hann, flassi kemur og Makkan dreipur hann og þeir pick upp Vappa fyrir Mach 10. Já, við myndum taka því treyti allan daginn. Frábært upgrade, enn og aftur bólstera peningin, lifa margir, Veka líta mjög vel út. Og eru komnir í þessi eftirsóttu 4 ránd á térliðinni. Algjörlega. Allt umfram þetta er bara bónus. 100% í rauninni. Sérstaklega að tapa pistólinu þannig að þetta ránd, enn og aftur, þetta ránd hjá Magga Vírus er svo gigantíst. En aftur á móti síðan þá, allir Sörk er í sérflokki á servernum hérna, 11 kill, 4 deaths. Sjáum hérna að Veka taka venjulegan crossmók eins og bara jump og allir Sörk er líka að spila út til garðinn eins og Nico. Tekur mikið pláss. Aftur hérna sé ég á radar að þeir hendir unni bara 2 af smókunum í þessum vegg, eða 1 smókunum úr veggnum svo kallar, og 1 crossmók og allir er bara þarna á bakvið unni að sniglast í kringum það. Þetta gera svo verkum að Slíti hérna geta alltaf séð Secret crossið. En á sama tíma heldur þeim á tánum að þeir eru alltaf að bíða eftir manninum að kíkja bak í smók. Algjörlega. Það er alltaf í rauninni að sjá þetta eins öðruvísi, þurfa að hafa einhvers konar augu. Fallegt Sörk og Rex. Rex bara heldur áfram, frábærlega vel spilað, vel tímasett aggressum þarna og Vírus með hyperactive úr main. Eitt sem ég fór að spá í þetta play, mér finnst það mjög áhugavert af því að þeir spara líka 1 smók. 100%. Það er mjög mikið að ástæðan fyrir að menna mitt að henda sko, það verður gaman að þeir myndu henda í rauninni. Það er annars smókök sem er hent svolítið núna sem er nær vibbanum. Kemur svona 2 crossmókar sem í rauninni klippa allan garðinn í sundur aðeins öðruvísi þannig að þú ert á rauðagámnum þá sést upp í kattinu en ef þú lappar alveg upp við smókin að þá getur þú krossað alveg eins og með hinum veggnum. Hinn veggurinn þarfnast til að 3 smóka því þú verður að taka crossmókin fyrsta. Þeir taka hérna er einmitt að taka þennan vegg. Taka 2 smókana, allir taka alla 3 og hérna koma til 3 einmitt. Þá setja þér pressa og þegar þeir hafa tekið alla 3 smókana þá hafa þeir bæði við rössan í Secret. Þannig að þeir eru búin að gefa það upp að það hefur playið. Allir fer með látum til þess að láta það vera kallið því að það er ramp pop á móti þessu eða inni. Okay? Allir allan niður. Hyperactive veit það. Sörk er komið með risa map control og stoppar svo bara. Sörk er að spila ofboðslega flottan tarleik. Já, hann er bara að halda 2 það er inni pop, Molly bak við Silo. Veilar, Flass og enginn að horfa upp á gul og hann nær killinu og það er ekki að fara út í treytið.
koma út núna en það geti verið of seint. Skúl fær bara allt frelsið sem hann vildi fá þarna upp á gula. Já. Finnur 3 þarna í þessari svo. Þetta hefði þurft að vera eins og Mollin skipti kannski öll af því enginn þetta við viljum hann hitti þannig að rauninni tekið sem smúth. Það hefði getað komið Moll upp á gula. Það er mjög auðvelt í rauninni að henda þeim báðum á sama staðnum jafnvel og 2 sem droppa þannig að og gula killið þarna fær entryið. Bomban fyrst droppast út, þannig að þeir vita strax að þetta og þeir treyta ekki gæðin út, þannig að gæðin upp Katti fær sjensin til að koma, þannig að mjög svona slítið einhvern veginn hvernig þeir fara inn þarna Veka. Það fannst það úr karakter fyrir Veka. Algjörlega, ég er sammála því, þetta var svolítið svona sloppy sem þeir hafi í rauninni ekki endilega verið. Hérna fara þeir 4 hins vegar út með Sörk að fara með, þetta er nákvæmlega sama og þeir voru að gera, nema nú eru þeir fleiri með VJ lappar í gegn og færa hann. Er einhver að horfa? Það er enginn að horfa! Hann finnur það bara einn! Þetta er Hundsi tekur kill hins vegar einhvers staðar annars staðar á mappinu og Skún ætti að fá kontakt á Sörk. Og Sörk þarf að finna þennan fætt og gerir það. Þetta gefur Veka yfirráð yfir neðra bombsætinu. Allir leikmenn Ármanns á efra bombsætinu eða ramp eins og er. Þeir smóka út gleri þannig að þeir einangra það sítjarnir. Nákvæmni, þú setti þetta Vrex og Vanger og þeir vita alveg hvar, nei þeir vita þetta ekki, það var Hyper sem það killið, þannig að þeir vita ekki endilega Hundsa. 1v2, hann er að koma secret í þarna. Þetta eru samt, bara verðum að segja það, bara frábær skot á þá þarna í tíðinu. Hann hleypur út, þeir vita að hann er, þessi Vrex ætti allavega alltaf að treyta. Vel spilað hjá Veka, mjög vel spilað Vanger, sér hann til kontakti, veit að Vrex er í rauninni fullkomni 100% póstilega klárándi, frábælega spilað 2v afturplant, Sörk enn og aftur með risa entry sem opnar þarna niður í bombsætin eftir scrappy trade úti. VJ hefði átt að ná 2 algjörlega, hann er pottet pirrað við sjálfan sig með AK-in meira segja og við fáum hérna pásu hjá Ármann, þar sem peningurinn þeirra er þannig, það er 6-3 fyrir Veka sem ter, sko Ármann kaupa líklegast hérna, hvort að það sé rétt, veit ég ekki, þeir geta hleypt í 7, tekið 2 round og þá er þessi 7-5, annars með kaupinu hérna og ef það tapast þá geta þeir verið að líta á 9-3 hálfleik. Sjáum hérna. Og það er kannski svona það síðasta sem að þeir vilja og ég myndi segja sko góður tími til þess að taka pásu, leikli. Af því að eins og bendir á, það er alveg nokkri hluti sem þarf að ræða þeirna. Það þarf að ræða svolítið í þaula hvort að þeir eigi að kaupa núna. Það þarf líka held ég bara svolítið að róa hausa. Þú ert komið með 6 round á móti þér á CT hliðinni í mappi 3 á Nuke. Þetta á að vera mapp sem að þér líður vel á og þér líður ekki vel á því akkurat núna. Nei, hérna geta Veka, hérna eru Veka í fyrsta leginn alltaf búin að henda í terrháleik þar sem þeir eru búin að henda mikið af sömu smókunum condition að þeir eru búin að gera alls konar hluti þannig að Veka líður rosalega vel hérna líklegast að kalla einhvers konar svona play í kringum dót sem þeir kunna rosalega vel. Þeir eru búin að fá að henda stöffunni, þeir eru búin að fá að sína það sem þú vilt gera til þess að þeir unni fela kannski strattið sem þú átt innifall í defaultinu. Ármann kaupa eins og ég svo sem kallaði þeir mundu gera, hvort þessi rétt að kalla í það hérna. Sjáum hvað þeir gera. Hérna er Vírus að fara að henda í andra smóka, hann hendir þannig í íþróttasmók. Þannig að breyta svolítið lúkkinu úti að núna er rauninni klippaðir bara íþróttaangoli úti. Það er hins vegar enginn að horfa á neitt úti. En Veka fara núna með 2 leit úti. Þeir spotta óvirkur skítur með famasunum. Þeir vita þeir eru kaup. Þeir vita að þeir keiftu, en þeir vita eins og þeir keiftu með lítinn pening. Veka eiga hérna að dreina allt út til. Þeir eiga að vita það á mínútumarkinu að þeir ná að dreina út smóka þá ætti að vera lítið eftir. Sýtjarnir eiga þá 2 eftir hérna. Vangernar í entry. Já, á ofvirk sem er risastórt. Og Vanger setur pressu á stálið, hyperaktiv. Vanger líka var að dregur svo mikla athygli að sér þarna en VJ hann er vel staðsettur, finnur Sörk í lörkinu úti. Vanger lappar út Squeaky og spottar Hundsa. Vrex fellir hyperaktiv, hvar var það á rampinu með? Já. Hyperaktiv fór áfram á rampnum. Þeir pusha í baki hann veit sem hann. Bomba! Wow! Hann draf hann eins var. Já. En það er endar... Nei, Vanger er með bombuna í... Já, bombuna í stáli að leit. Okay. Og núna er bomban fallinn stál. Okay. Og það eru 30 sekundur eftir. Eða hvað? Nei, bomba fór niður. Já, hann hefur kastað bombunni yfir á Vírus.
hlýtur Já, ok, jú, það hluti að vera. Akkur sýndist mér svona eins og höttina hann með bombinu. Ok, alltaf leið. Guðsílof, þetta veit mjög skangilega út. En 7-3, Ármann eru á hvernig lúsbónus. Þeir eru svo sem líklegast komnir í einhvern svona 3-4 lúsbónus. Þeir eru 1 spar hérna í rauninni. Þeir geta sleikt þessu þá í 8 og tekið þá seinasta gott kaup. Eru þeir ekki að fara að kaupa út eða? Þú veist, þetta er Ármann, þeir getur verið tiltæðir. Líklegast er það sem er að gera en líklegast ættu þeir að, þú veist, bara taka 1 seat í rándi viðbót og svo bara okkur við gerum bara það sami terr, vinnum pistol, snowballum, það er, eins og við höfum talað þetta er ekki lengur liðsætið eins og möppin gefið skinn af því að þú getur, þetta styttir svo mikið, þetta eru svo oft færri ránd sem eru fair, sem er gun vs. Gun. Þannig að fróðlegt að segja þeir geta náttúrulega ekki, ég trúi ekki kaupið því að kaupið hérna er svo mikið raskat. Þeir eru með 2 nýju lúsbónus þannig að þeir eiga bara flott kaup eða spara hérna. VJ getur gert fullt af skaða með AK-inn. Hérna eiga þeir jafnvel að taka grenur, gáður þeir getur sótt eitthvað cheeky kills, einmitt, eins og þeir gerði fyrir, taka og halda kannski einhverjum AK-um. Þetta eru líka, sko, ég talaði það í síðustu útsendingu, þetta eru rándin sem að geta oft unnist af því að bara út af kaupinu þá eru Ármann kannski ekki að spila hefðbundna stuð. Algjörlega. Og stundum þá bara fellir það þannig að þú vinnur þannig ránd og það er eitthvað sem stendur fyrir framan Ármann akkurat núna og það kemur smá aggression hérna Sörk aðeins varari bakið á sér heldur en að var þarna áðan eftir að VJ labbaði ekki með smókinn. Sjáum það að hann er að hugsa það. Sörk er að fá ofboðslega mikið af map-kontróli og upplýsingu fyrir liðið sitt hann úti. Hann er að fara al-einn, hann er mikið sem að stöffi með sér, en hann er að taka með þetta. Hversu oft er þetta búið að vera á skorbortinu? Sörk einhvern veginn með fyrsta killið út í garði í eirað á einhverjum. En það eru 2 svör hérna, 3 svör frá Ármanni, 4! Og Vírus, já við höfum séð hann gera þetta áður, en getur hann gert þetta núna? Hann væri sagði til næsta bæjar, hann er búin að finna fyrsta, hann veit að öðrum í vendinu. Spurning hvort hann búist við skúnandi í lobby, gerir það ekki og Ármann vinna sparið akkurat út af þessu. Bara Veka byggust ekki við þeim í þessum stöðum. Já, voru einhvern veginn close range þarna. Ég hefði viljað sjá Veka lesa kannski peningina og fara mitt bara út með smókunum af því það er svo örugt einhvern veginn að þú ert allan að margir saman farið niður. Rándið svo sem byrjaði mjög vel, allir nær þarna endurinn en svo bara einhvern veginn hrynur í kringum það. Spurningarna killir sem Skún fær, hvernig það gerist, hann er inni með pistol upp á síló. Spurning hvað gæðin í Veka er þar að baksa, hvernig það gerist, en Veka eru hérna tekka á Deathcake sem er með 1-6. Rex og Sörk eru hérna búin að vera mjög góður með þetta skiptist nokkuð jafnt hjá Ármann fyrir utan að VJ með 11. Þeir eru ofbóðslega, þeir getur svo mikið poppað á það hérna óþægilega, það er engin CT í rauninni nálægt þeim. Nei, og áhugaverðir halda áfram með að henda bara einum smók. Sörk heldur áfram að kíkja þarna bakvið, Vanker með upp við main og finnur þar fyrstu fettuna og opnuna. Lappa núna undir hell, heyrir í ofvirk fara upp heaven og spurning hvað Veka gera núna, hvort við sjáum ekki bara áframhaldandi pressu hérna frá Vanker. Jú, finnur ofvirk alveg út á akri þarna, bjóst alls ekki við Vanker komin svona nálægt og Vanker núna að reyna að taka eins mikla athygli og hann getur. Sörk heldur áfram að vera æðislegur fyrir liðið sitt, finnur hyperaktiv í lower og það er 5-2 hér. Óbóðslega vel spila ránd hjá Veka, mennirnir vinna sína fæti að koma sér í pósur og sko þetta ránd er í rauninni svona byggt á öllum terralögnum hjá Veka. Hvernig þeir inni, þú veist, múfið sem að Vanker færa þarna er í rauninni út frá öllu sem þeir eru búin að gera með að fara hér með þess að smóka, hann fer vinstra megin við þá, sér að það er engin CT aggressífur, hann býður eftir að smókin klíri til að gákvært að sé engin aggressífur og fær þá þess að opnununa er í hellinu og er í rauninni búin að setja CT undir óbóðslega mikla pressu. 8-4 terrháleikur hjá Veka, það er risastórt og Ármann taka pásu í byrjun hálfleiksins. Já, spurning bara hvort að það sé eitthvað mental reset eða hvort þessi þurfa að tala í gegnum pistolrondið, bara til að allir séu með á nótunum. En það er allavega ljóst að þetta er ekki staðan sem að Ármann vildi finna sig í hafandi unnið hnífa fengi sér til hliðina fyrst. Þá vilt þú vera í skónum hjá Veka akkurat núna, komandi út úr þeim hálfleik með 8 ránd en ekki bara 4. Algjörlega og hérna er mjög mikilvægt fyrir Ármann, myndi ég halda til að ef þeir ætla að comebacka þetta að það byrji vel.
Það svo sem bara 4 ránd í mun, þetta stittra í milli í hérna þessu MR12, þannig að þetta í rauninni bara pistolið conversions og þú ert búin að jafna leikinn, en aftur á móti þá ætti þetta líka að vera þannig að CT-arnir eru konum með byssur og þetta CT-set map, þannig að VK eru í mjög góðri stöðu hérna. Ármann eru með smókgreinu flass og það verið að droppa því framar væntanlega. Það gefur til kynna inni rush eða allavega inni stöf, grena og smókin sem grena stálið og smók fyrir vibban. Ofvirkur fær grenuna og smókin fyrir, já það ætla að gera. Óli fer þá væntanlega grena stálið og smókar vibban sjálfur beint. Sprengur gluggan, já, hann droppar báða, hann ætla að gera entryja, Alli fær stöffið, það endar jú, þetta rétt, ok. Smóki vibban, einfalt inn í rush, stoppa vekaða, Rex 1. Vanker, Rex og Sörk, þeir bara slökkva í þessu! Risastórt, gjörsamlega risastórt, hættar eftir 1 eftir. Þú heyrðir ekki glokkuskot. Nei. Þetta var það kæft í fæðingu. Þeir fóru í einhvers konar bara, líka svona einhvers konar crossfire á þetta, flassi virtist ekki gera raskat. Þeir skutu bara 4 uppskotum beint í hausinn á þeim, endrið á gurnum og gula frábært, mjög vel spilið á VK. Þetta gunround, þetta var svona eins og þegar það kemur pistols only á deathmatch server og allir fara í uspuna og allt í hennu heyrist ekki neitt. Nei. Það bara dó allir og roundið var búið. Algjörlega Ármann forsa hérna og VK með rauða dreigilinn í átt að sigrinum. 3 koltar, 1 autoshotgun og MP9 á þeim. Þetta ramp 2, býtum við, Óli fer bara hérna með skátinn gjörsamlega 1, ætlar að taka bara pláss, ætlar að vera stór á meðan það ramp pop á móti, hann það en þeir eins og að drepa hann, að það enginn á rampnum. Þeir gefa Sörk finnur víti hann í gegnum smoke. Hversu frábær sería hjá Sörk hér? Óbóðslega góður, búin að vera gjörsamlega frábær hérna í núkinu og Rex líka 13-6 á honum og hann átti risa pisturhand á hann. Vanker tekur hann, vá, þeir náðu ekki einu svona plantinu og þeir lifa 4. VK eru að keyra burtu með þetta map. Gjörsamlega með þetta. Það eins og þeir hafi sko bara svona fengið nóg að því að fá ekki að spila leikinn í döst sko. Já. Bara jæja, það er komið á okkur, þið fáið ekki að vera með hér. Serían hefði átt að snúa á haus sko, að þeir átt að pikka döst og núk, fá þetta og svo hefði átt að fá 1/3 sem var mappi sem var einmitt skrappi á milli þeirra. Já. Þannig að hérna sjáum að VK spila frábæran leik. Hérna er rándið sem hefur svo verið að tapast oft og gera leikinn komin í uppnám. Ef VK geta tekið þetta gjörsamlega clean, að þá held ég að þeir sigli alltaf 2 CT rándum. Búnir að byggja ákveðtis banka. Já, við höfum nú séð endurkomur hjá Ármanni áður, komið tilbaka úr 10-2 stöðu hérna í Anubis daginn, en Sörk, hann er bara risastór. Þú talaður það að hann var að spila eins og Nico og hann er bara að ná árangur eins og Nico hérna úti. Nico í CT og Donkey, Nico í Terror og Donkey í CT sko, með hérna í Donk-posinu að spreyja á niður. Þetta er ótrúlegt. 28. Já, það er alvöru skórlína. Það er alvöru skórlína, gjörsamlega með, og bara einmitt líka risa stór kill hvernig hann tók við í terri. Þetta eru sko meirilega killunum í terri núk, það er risa stór. Hann er langastur og svona. Já. Og Rex heldur áfram að chippa sínum inn. Gaman að sjá hérna 9 spilarna kannski í þessu VK kjarna. Sörk og Rex hafa ekki verið þarna áður, að spila frábærlega. Já, og þeir eru að lifa með 5 á lífi aftur, þeir líta út fyrir að vera gjörsamlega að garilla þá. Fróðlegt að sjá hérna næsta ránd er gunrándið sem að Ármann fær. Rex og Sörk eru með 3 fellum færra heldur en allt Ármannslið, bara á milli sín. Algjörlega. Deathkick meiri sér komið með frökkina á með 1, hann er mikið fyrirhlutan á með 1-6 að hann 5-7, hann er meiri sér konar blað. Þannig að þeir eru að bara eiginlega eins og við segjum sigla þessu nokkuð auðvitað. Við sjáum hérna gunround frá Ármann, það verður fróðlegt að sjá hvað þeir henda í. Ég myndi alltaf vilja sjá einhvers konar smókvegg og einhvers konar reyna að taka einhvers konar round þar sem er reynað hérna defaulta og koma sér í smá svona groove. Það er enginn að line up smókunum og það er 1 að fara út og 4 inn í lobby. Ok, VJ heldur aftarlega úti. Kannski rétt að minna áhorfendur heima fyrir á það að þetta er single elimination, það er engin lower bracket, þetta er bara upp á hvaða lið fer í úrslitin og hvaða lið fer heim og Sörk heldur áfram að opna, finnur ofvirkarna í Squeaky
Og þá það Deathkick sem að taka á móti pressunni hér á rampinum. Hann svolítið í one and done stöðu. Ef hann getur fengið meira heldur en einn þá hann að gera svo miklu meira en hægt að búast við á honum. Komið með fyrsta og kasta smókinum og hægir á þeim hann á eftir. Blasti kemur líka, finnur Hundsa líka. Hann á ekki að fá svona mikið. En Hyperactive fann 2 á meðan, Sörk líka. VJ labbarinn vibban rosalega mikið að koma einhvern veginn en hann sleppur inn stáli þeir vita ekkert af hver öðrum einhvern veginn en Vírus 4-3, hann sá hann ekki. Hvaða tímastending þetta? VJ sér hann líklega þess að hann leitar svona sílókaðinn að horfa núna jú en VJ killinu fætir, finnur 2. Það alltaf Vanker. Já, það alltaf Vanker. Hann nær upp úr vendinu, hann gerir það með látum, þeir vita hann. Hann á molla og smók. Mollar út, hann get ekki kíkt til hérna. Einangra angulinn, vel gert. Nálægt því. En? Já, hann var nálægt því. Nálægt því, en Ármann vinnar rándið, en hins vegar 1 á lífi. Þetta alvöru hard mode að þeir ætla að gera þetta svona. Veka með kaupið, vappanum droppað á Vírus. 11-5 og það aftur kaupránd á mót hjáliðanum hérna. Kaup á móti kaupi. Eftir þetta ránd, ef Ármann vinna, þá ætti það að vera spar hjá Veka. Loksins kannski svona smá auðveldara ránd fyrir Ármann á þessari vekkferð að endurkomunni. En hann Vanker upp og gula með autoshotgun og Rex tekur kontakt. Það erfitt að brjóta þetta ef Ármann ætlar hann að fara inn. Ármann aftur henda engum smókum úti. Deathkick opnar gegnum smókin á rampinum. Já, ég held að það kæmir mjög óvægt að Ármann að spila þennan terrorleik með einhvern veginn 4 lobby, 1 úti með engan smókvegg, ekki neina pressu að ætla í rauninni að keyra í gegnum CT-hálfleikinn þannig það verður ofboðslega erfitt. Við sjáum hérna að CT-harnir bara ekki búin að hreyfa sig, það mínútu eftir þegar koma smóku niður í stálið. Það smók á rampnum, þetta mun vera nokkuð leit hérna, 50 sekúndur að kontakti kemur. Deathkick, vel, lifir. Vappa backupið, ofboðslega flott spila. Hann smókaður úr. Deathkick fer aðeins ofar. Kíkir Deathkick og sér að þetta ekki. Já, þeir virðast halda setupinu inni. Þetta Þarna risastórt að Deathkick fer aftur upp og fær upplýsingarnar að þeir séu ekkert að lurka á rampinum lengur. Vanker þarna finnur ekki neitt með XM-in en Vrex upp á Silo, risastór. 12-5, 4 á lífi og Ármann ekkert plant þannig að þeir eiga bara valla kaup. Þetta lítur ofboðslega vel út fyrir Veka. Þeir hafa 7 ránd til að sigra 1 ránd. Ármann kaupa 2 AK-a, 1 Galil. Aftur Sörk og Vrex búin að vera frábærir. Þarna var Vrex risastór. Algjörlega props og þá búin að vera ofboðslega góð í þessu leik. Ármann stefna hérna í úrslit vormótsins. Nei, Veka slá líklegast Ármann út. Hvað? Og það bara heldur áfram að Corona frábæra framistuðu í þessu móti hér hjá Veka og Vanker og Sörk. Þeir ætla bara að kreista lífið úr Ármanni hér strax. Ofvirkur droppar main og finnur Sörk tekur skada samt frá mollanum. VJ setur okkur aftur í 3 á móti 3. Það Vrex, Deathkick og Vanker sem að geta silt þessu heim hérna fyrir Veka en Ofvirkur, Hundsi og VJ ætla ekki að leyfa því að gerast. Ofvirkur búinn að koma sér silent upp í heaven, það búist við honum, hann finnur samt fraggi, finnur 2, hann gerir mikið og þá það Vanker 1 á 2 hér eftir hann finnur VJ í squeaky. Getur hann gert þetta? Allt hvílir á hans herðum hér, úrslitin bíða, 2 fellur frá. Bomban liggur fyrir framan gul. Nefndu, hvað bomban? Bomban liggur held ég bara í trófi. Bomban liggur í trófi. Þeir labba í stáli, hann labba í bakið á þeim. Hann einhvern veginn að fá þetta algjörlega upp í hendurnar. Hinn mollaði. Hann sá Ofvirk, hann veit af honum. Vanker, getur hann gert þetta? Hann hittir hann með mollanum. En Ofvirkur framleikir líftíma þessa leiks aðeins. Setur Ármann í 6. 4 kill hjá Óla Ofvirk, risaránd.
hérna geta Veka bara sparað. Þeir eiga í rauninni algjörlegan forspenning en þeir eru með 12-6, þeir eiga bara spara, ekkert að flækita því það og það er líka, ég vona að þeir gera það upp og þá finnst mér að sína fram á að þeir treysti því bara, að þeir vinni eitt sem eiga að gera. Í CT nú og ég segi, Ármann, þeir eru búin að spila núna einhver 6-7 ránd í terr. Kemur smókveggur, ok, þeir eru allavega meðan þannig að þá geta þeir allavega sett pressu á strákana í Veka. Þurfa að láta þá virða allavega smókvegginn og þurfa að pæla í niðri óvirkur, hundi fer hérna niður með veggnum. Sörk hins vegar líklegast bara að fara að klaffa hann með hvernig hann að spila. Já, það tekka hérna á móti diglunni, þannig að ekki þetta riffill á móti pistlu en Sörk sleppur inn í vendið, mollin. Steppa inn. Sko, ef hann hefði einhvern veginn náð þessu frakki, hann á aldrei einu svona ná hundsa niður í 14 á það, sko. Nei. Þetta ótrúlegt hvað maðurinn að spila vel, hvað hann að gera mikið í öllum stöðum sem hann að spila. Þetta gekk með flottan smók á rampnum, lætur þá cancela eða allavega að hæja á sér. Ármann nokkur rólegir sem mjög fínt. Þeir vildu líklegast fara rampinn meðan við það að Hundsi fór niður en eru búin að lenda í svolítið að smóka þér af. 50 sekúndur, Rex í ofbóðslega erfiðri possu að klíra. Hvað eru Ármann að fara að gefa okkur hérna? Það sprengt stálið, það inni. Þetta færi sem að virkar vel fyrir 5-7 en það virkar ekki þetta skiptir. Vírus, hann risastór, hann búin að finna 2 og það ekki búin að klíra Rex. Þeir búast ekki við honum, Rex búin að finna Hundsa og það bara hyperaktiv og það pistlur sem að koma Veka í úrslitin. Veka sigra Ármann 2-1 og tryggja sér fyrsta farmiðan hér í úrslitaleikin í vormóti ljósleiðarans. Þvílík frammistaða þarna hjá þeim í Núk. Bara, ég verð að segja að þetta hvernig þeir voru að spila þetta, hvernig þeir voru með þessa nýstálegu aðferð sem samt greinilega ekki nýstáleg fyrir þennan kjarna að kasta þessum 2 útismókum. Frábær frammistaða hjá Sörk. Ég á erfitt með að muna eftir svona sannfærandi frammistöðu á Núk. Maður hefur séð það frá bara gunplay sem að einstaklingar hafa bara yfirspilað og yfirskotið hitt lið en þarna fannst mér það vera bara taktíkin, bara shot calling, strategían sem að skilaði Veka þessum sigri. Algjörlega, þeir voru mjög flottir í terr, hentu mikið af stöfu og héldu Ármann mikið giskandi og Sörk sem ég var risastór út í garðinum, tók mikið pláss, dó aldrei snemma, náði alltaf í kill, bara tvímælalaust MVP-in í þessum leik og þessari seríu, bara heldur þarna á seinasta mappinu, góður líka í fyrsta mappinu sem við erum MVP líka þar, þannig að bara frábær sería og það verður bara að segjast að Sörk í rauninni bara algjörlega að stimpla sig inn sem einhvers konar topp 5 spilari líklegast á landinu. Það horfir yfir bara sinnslega kannski 1,5 árið, hann í sagaliðinu sem fyrir úrslit og stendur sig frábærlega þar. Hann að koma inn svolítið sem svona wildcard í lið, alls konar rostera en stendur alltaf fyrir sínu og það mjög gaman að sjá, hann kann mikið að jútili, kann mjög vel á leikin og háu leveli og þetta setja hann í rauninni hvar sem í einhvers konar lið og hann skilar sínu, þannig að bara mikið props á hann og Veka komnir inn í úrslitaleikin, töpuðu fyrsta mappinu sínu en eru komnir í úrslitaleikin. Já, mér finnst, ég verð að taka undir allt það sem þú ert að segja með Sörk. Mér finnst hann og Dom vera svona 2 spilarar sem einhvern veginn sérstaklega svona upp á síðkastið búin að vera bara fáránlega konsistant. Það skiptir ekki máli hvaða dagur hvað klukkan hvaða mappið hver andstæðingurinn þú getur bara treyst á þá. Og það að hafa svona klett í liðinu, það gerir svo rosalega mikið, sérstaklega þú ert komið með síðan einhverja svona unga leikmenn eins og Rex með honum og annað sem að fær þá kannski aðeins meira frelsi til þess að fara og sækja killinn og opna og vera aggressífur. Bara virkilega vel spilað og til hamingju Veka. Þú svaraðir helstu spurningunum mínum, hver MVP leiksins og seríunar, það Sörk, óskum honum til hamingju með það og já, Veka búin að tryggja sér farmiða í úrslitin. Þannig að ef við fáum getum kannski fengið brakketin upp svona, til þess að minna fólk á hvað við eigum framundan hér á 50-daginn kemur en þá erum við að fara að spila seinni undan úrslita leikin og það það Þór á móti Kano. Já, Þór á móti Kano fer í úrslitaleikin á móti Veka, úrslitaleikin það spilar hérna þegar ekki? Jú. Í klassikinn, spila hérna og best of 5. Það ekki? Ég veit ekki hvort þessi best of 5. Ég veit bara viðurkenna fáfræðina mína þar en getum svo sem komið staði að fengi staðfestingu frá minnir að sé þannig það var alveg flott bara Þór Kano eru áhugaverður Kano náttúrulega með blikk innanborðs eru alvöru wildcard
Best of 3 final. Best of 3 final, ok, ekki báli. Þór Kano á 50 voru gaman að sjá hann. Ég myndi nú halda að Þór vinni þá og myndi þá meiri segja favor að Þór í úrslitaleiknum múti VK. Best of 5? Já. Ég myndi það, þeir byrjaði mitt á því hérna seinasta móti og muni halda, það mikið flott, ég rána með það í úrslitaleikjum hérna, þetta í þessu Maxons 12 þá þetta ekki alveg jafn mikið commitment þannig að það verður gaman að sjá og þá sérstaklega gaman að þetta best of 5 þá sprengjur svolítið púlið, menn þurfa að spila fleiri möpp, þeir hafa bara 1 vító og svo eru öll hinn möppin með, þannig að þú ert með 2 harðar vító sem ég veit til dæmis að VK eru með, þá geta Þórsararnir setta til dæmis í vandræði, þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta spilast. Ég er svo sem ekki ráð, en ég held að Þór séu sigurstanglari en Kano með blikk úr geggjar á móti Dusty og það besti leikmaðurinn á servernum í þessum leik þó að hitt liðið sé líklegast betra þá blikk líklegast besti leikmaðurinn á servernum eins og hann spilaði hérna og eins og hann virðist að taka framförunum á þessu skrefi sinni þegar hann fer í hennar akademíleik hjá Más þannig að það verður gaman að sjá þann leik. Bara virkilega gaman og ég spenntur fyrir 50-dagurinn kemur og ennþá spenntari fyrir laugardeginum. Það frábært að við sem að fá best of 5s aftur. Ég hef alltaf verið mikill aðdáandi best of 5s í úrslitum. Mér alltaf minnistætt hérna úrslitin í Leno-deildinni sem var KR Fylkir eða eitthvað sem fór sko alla 5 leikina og held ég 6 framlengingar innan þess. Það bara einhver skemmtilegast sería sem ég hef horft á Íslandi og hvað þá að geta fengið að gera það í salnum og horfa á spilarana upp á sviði. En það sem svolítið bara næst á dagskrá, það setið undanúrslitaleikurinn og svo úrslitin sjálf hér á laugardaginn og það verður eitthvað sem enginn vill missa af. Þannig að byrjið að plana helgina bara akkurat núna, blokkiði bara frá klukkan kannski svona 6:30 á laugardaginn að þið ætlaði að vera hér í Arena og njóta CS veislunar sem við höfum upp á að bjóða þá. Stilliði líka inn næsta 50 þar sem við fylgjumst með Þór takast á við Kano hvaða lið mætir VK í úrslitunum. En við höfum þetta ekki lengra hjá okkur hér í kvöld. Ja, ég og Jói Sæn við kveðjum hérna úr Arena á Smáratorgi og við sjáumst fersk næsta 50.